Já, velkomin að rauðaborðinu á Laugardalsmónni. Þá höfum við það sem við köllum helgispjall. Fáum hingað gest sem að leyfir okkur að kynna sér aðeins. Þannig að við getum kannski máta okkur við hann eða spegla okkur í honum eða undrað okkur á honum. Friðrik Þór Friðriksson. Vertu velkomin. Takk fyrir. Alltaf leiðilegt svona í viðtölum þegar fólk að vitna í það hvað var að tala áður. Því að það hlustu trúur ekki þar. En þú mátt að segja mér frá vínþrúum í Toskana. Við vorum að tala að það geti orðið besta vínið og besta kaffið og besta teið og besta grænmetið og mörkum þess að það væri eiginlega geti lifað af. Já, það er svo merkilegt. Já, og þú þekktir mann sem að vera að hrekkja vínviðin sinn. Já, hann bara skar laufblöðin af og stressaði vínviðin svo mikið að hann bara berinn bólnuð út af krafti. Já. Það er líka eitthvað svipað. Þegar líka þetta er sama á að tala við plöntur eins og sjammærarnir segja. Þeir heyra alveg öskrin í trjánum þegar það verið að fella tré. Já. En okkur fer meira líf inn í vínberinn ef að vínviðurinn er stressaður? Já, hann er líklega stressaður yfir því að hann sé bara að fara að deyja. Og þess að braggast hann. Já. Bara ísköld lífsbarátta. Lífsbarátta, já, það getur trúið því. Já, þetta er þetta gæti hljóma grimt, sko, af því að það er svona góðsagnir það að til dæmis listamenn, að þeir búið til betri list ef þeir þjáist. Já, þetta er náttúrulega, við segjum náttúrulega öll meistaraverk kvikmyndasögunar eru gerð undir stjórnvöldum sem eru mjög andvíg list, svona eins og menn svona eins og í Íran og í gamlu Sovjet, svona, þetta voru náttúrulega stórkostlega kvikmynda afrek sem menn frömduð þar og það var allt undir einhverjum svona ritskoðun og menn máttu ekkert segja neitt rámt, þá voru þeir bara slaufaðir for life og það er svona hvernig menn reyna þá að segja hlutin öðruvísi og einhverju svona dulmáli nánast en já, þetta er náttúrulega og margir rithöfundar líka sem hafa skrifað sína bestu bækur undir ritskoðun og bókabrennum, sko. Já. En er ekki líka gott að svelta og það er náttúrulega allra best, sko, að svelta. Og svo ástarsorg hefur líka hjálpað til? Já, það er alveg bara byggis og einin alveg, sko. Tilfinning fyrir að enginn hlusti á mann og allir forsmáði mann? Já, það er bara þegar svona á mörgum ránkumunda þá er maður bestur. Já. En svo þegar við erum að tala um þetta því að við höfum stundum verið að ræða við rauðaborðið af hverju börnunum okkar líður illa og það kannanir verið að spenda til þess og mér heyri svona línan hjá uppeldisfræðingum og sálfræðingum eru komin í það að börnin hafi eiginlega haft það of gott þess að komi núna tími á að kynslóðunum leiðist að þurfa að hafa fyrir hlutunum að þurfa að byggja upp seglu að það geti verið hættulegt að hafa það gott. Já, það er náttúrulega ég held að líka miklu meiri hætta á að börn og úlingar einangrist, sko, í skjánum sínum og svo líka það sem að kannski þegar við vorum alast upp eða allavega þegar ég var alast upp, ég nú þess eldri en þú ég gaf bara úðinu Sigurjóni, sko, en þá, sko, eins og leikir, sko, í Stórholtinu, sko, þar voru bara
það var alveg sko 30 ára aldursmunur á fólki sem var að leika sér Saman. já, saman sko eins og Ómar Ragnarsson sem miklu eldri maður sjálfur og það var bara út í stórfiskaleik og þegar maður var bara 6 á 7 ára sko. Og þetta þótti bara eðlilegt. Ég man að það var hægt að narra mömmu út í Brennó á góðum degi. Já, mamma var náttúrulega alltaf hvað heitir þetta ekki, hnit, þannig badminton. Hún var alltaf í hniti við okkur af því að hún spilaði tennis þegar hún var yngri. Þannig að, já, ég en svona þessi leikir sem, þú varst sem sagt, bróður minn, einn var 17 árum eldri og annar 8 árum eldri, sko. En þetta fór allt út á kvöldin að leika, sko. Einhverja stórfiskaleiki og dótu, sko. Hálf fullorðið og fullorðið fólk að leika sér svo börnin og börnunum voru náttúrulega miklu fleiri í þá daga. Þegar þú fórst út 7 ára, þá voru kannski þriðjungurinn af borgarbúum voru börn, en núna það bara held ég 17%. Börnunum fækkað helming, hlutastlega. Já, og svo náttúrulega þegar hverfin tæmast, sko, eins og þegar vogarnir fylltust og svo hurfu börn úr voganum og fór upp, þá kom Breiðholti næst eftir og það náttúrulega það líka mikil hætta þá á svona einangurinn held ég og einmanakenndi á börnum. En þetta með gróðurinn og sem að vex býr til bestu afurðnar þar sem að jarðvegurinn er vestur eða svona á mörkum hins að sé hægt að rækta og sköpunina. Trúirðu þessu að sköpunin komi úr, þetta nú líklega þú alin upp í svona það er svolítið góðsúr þetta þegar þú ert að komast til vitsóra og kannski á seinni árum hefur fólk verið að frekar reyna að losa sig við þetta. En samt finnst mér einhvern veginn að þú og þín kynslóð af kvikmyndagerðarmönnum að þið eru að búa til svona kvikmyndir eiginlega það er ekki jarðvegur. Nei, þetta var náttúrulega svakalegt ströggl og náttúrulega og ekkert öryggisnet sko heldur og mann voru bara mjög djarfir að bara enda sér í skuldir og ættingjar sko eins og móður mín og bræður, þeir skrifuðu aðalega samt Þórleifur sem var prentari og Karin konunans, þau skrifuðu alltaf upp á lán því að ég var algjör eignalaus og auðmikið bara og svo móður mér líka, hún veðsetti eignina líka og með samþykki bræðra minna náttúrulega en þannig að þetta lá alltaf við að fara upp og svo þegar ég eignaðist mínar fyrstu fasteignir þá fór það allt bara upp og ég held ég að tapa húsnæði 3 sinnum. Og varst ekki deynda það eru mörg dæmi að menn hafa verið að missa húsin sín á þessu tíma? Jú, það lá alltaf við, sko. Það var, sko, það var ekki kannski, sko, menn voru ekki að setja, menn voru alltaf að búast við einhverjum, sko, 50.000 manns á kvikmyndir sinnar og jafnvel, sko, í Rocky Reykjavík, sko, sem gekk ágætlega, ég meina kom eitthvað svona 23.000 mann sko, sem er afrek í dag og en hún var tekin úr sýningum fullu húsi sko í Tónabí og fluttnir í Regnbogan og sem skaðaði náttúrulega myndina en ég er að segja sko þá borgaði fólk tvöfalt miðaverð til að sjá íslenska myndir og uppæði var það þrefalt sko þannig að En var businessplanið á Rocky Reykjavík að það kemur 50.000 manns að sjá það? Nei, ég minna að það verið 40 Það vantaði 13.000 manns Já Það er 23, það vantaði 17.000 manns Já, það var svona þreföldum bíómiðaverði
já. Þetta blessaðist allt svona að lokum. Fórum í auglýsingagerð og hérna já, þetta var svona mikið ströggl í upphafi og þekkist náttúrulega ekki lengur að leikstjórar sig að taka einhver áhættu, það frekar að framleiðandinn gera það í dag. En svo horfið svona aftur, nú er orðin gamall þulur, horfið tilbaka. Er þetta strögglið, gaf það eitthvað? Já, ég held að það hefur nú gefið svona baráttu anda og samstöðu líka, sko. Þannig að menn voru svona, þetta var svona eins og fótboltaleikur, sko, sem átti bara að vinna, sko. Sama hvað. Og hérna. Og hann vannst, þótt að kannski sumir sem að tóku þátt í að leikurinn hafi unnist, hafi ekki notið þessu svona. Nei, af lestinni. Nei, þetta er svona meira svona sögulegt vandamál en gæti alveg komið upp aftur út af því að kvikmyndasjóður hefur núna verið nýlega skorið niður aftur þannig að ég svona já, það getur vel verið að sagan bara endurtaki sig. Kannski er þetta kynslóðabundið að þú og þín kynslóð að verið til í að gera þetta til þess að búa eitthvað til fyrir samfélagið eins og kynslóðin þar á undan fór út í heim og menntaði sig fyrir Ísland og eitthvað hlera. Kannski er bara þessi hugmynd að við eigum að búa til íslenska kvikmyndagerð. Kannski er hún bara ekki eins ágeng til yngri kynslóða. Já, það er náttúrulega kannski þessi kynslóð er nú að líðundur lok, sko. Þannig að það er svona fáir eftir afinni sem eru í fullu fjöri og þetta getur vel verið rétt hjá þér að þetta var svona, þetta var líka svona ákveðin þjóðuremba sem átti sér stað og líka voru margir sem voru að stefna á Íslendingasögurnar og taka arfinn og þetta. Þú líka, það gefast ekki með eitthvað svona splunnaða? Jú, ég gerði Brennur Njálssögur. Já. Það var statement í því. Jú, en nú hefum við lengi verið að reyna að koma Sturlungu eða sem bókanum að senast Kára á koppinn með trún orð. En þessi, ef þetta er þjóðrembingur hvað var hann? Því að þú og sín kynslóð, þú nefnir líka eina Kára og þessa voga kynslóð, að hún svolítið, sjálfsmynd hennar er svolítið, hún sé með annar fótinn í gamla Íslandi og hinn í nýja Íslandi. Þannig að þetta er annars konar þjóðremba heldur en Jón Aðils og Jónas frá Hriflu. Já, sko, þetta er, ég held að þetta mótist nú mikið af svona uppeldinu hjá þessari kynslóð eða okkar kynslóð. Þá var sko þá var þetta Víetnamstríð á fullu og herstöðu hér á Íslandi þar sem að hermenn sem voru að koma frá Víetnam heila skemmtir sem að var að hitta sjálfur og þannig að maður var svona einhvern veginn meðvitari heldur en kannski þessi kynslóð sem kemur á eftir og hafði eitthvað svona, hvað ég var að segja, til þess að labba fyrir þess að kefla eitthvað og þessi náttúrulega áhrif af Kanasjónvarpinu, sko, sem ég taldi reyndar alltaf góð, sko, því að þetta sýndi ágætis kvikmyndir, John Ford og svona, og inn á milli og þannig að kannski og svo vissi maður að kvikmyndahúsin öll voru byggð fyrir Marshallhjálp og til þess að innleiða hér ameríska menningu og hugsunarhátt eins og þau voru með nágræni tónabíós þá fengu þeir United Artists af því að tónlistafélagið fekk tónabíó en aðrir fengu bara eftir einhverjum flokkslínum, sko,
Columbia var í Stjörnubíó og Austurbæbíó, Warner Brothers og Metro-Goldwyn-Mayer í Gamla bíó og Ljónið öskrandi og Universal í Háskólabíó og hérna Laugarásbíó líka. Þannig að þessu var svona bara úthlutað og eingöngu sýndar amerískar kvikmyndir og þannig að maður þurfti svona að snemma að berjast gegn því að það er eitthvað annað hérna á tjöldunum en amerískar myndir. Þannig að ég held að kannski verið svona þessi kynslóð kannski tók þann bardaga svolítið alvarlega sko. Það tókst að búa til íslenska kvikmyndagerð en þessi orðust að hún tapaðist, það er alla aðra myndir en amerískar í bíó nema kannski í Bíóparadís. Það er náttúrulega bara eitt bíó, já, Bíóparadís en það er reyndar sko aðgangurinn þú getur nálgast allar myndir núna sko. Það er það sem hefur breyst og allir eru konur með þetta engabíó inn í stofu til sín sem er bara furðulegt að ennþá eykst kvikmynda aðstókn semst í bíóum hér sem er ekki að gerast á mörgum stöðum í heiminum nema í Bandaríkjunum, jú, það er að koma eftir COVID aftur. Þannig að þetta er bara eins og bókin, það sagði allir að bókin væri dauð eftir hljóðbókina en ég held að þessi hérna samverustund er svo dýrmætt að fara í bíó og hlæja með öðru fólki eða gráta. Já. Þið finnst það? Já, mér finnst það gefa eitthvað meira heldur en að liggja upp í sófa og horfa á þetta þar. Og skrolla á netinu á meðan. Eins og er orðin kannski vanabunda áhorf. Já. Eða ég of mikið að pokkum. Hérna við skulum fara aftur. Ég held ég spurt flesta sem hafa komið hingað svona hvernig þeir muna fyrst eftir sér. Þú er náttúrulega bæði sagt sögur af æskuðinu og búið til bíómyndir en hvernig mannstu fyrst eftir? Ég man fyrst eftir mér sko bara atvik sem bróður minn elsti sem er í látin. Hann mundi eftir þessu atriði líka ég er borin upp í svona amerískum barnavagni þá bjögum við í Stórholtinu og hann heldur að ég hef verið bara svona rúmlega eins árs ég man ekki hvað ég gamall en sem sagt hann átti að passa mig og ég man að ég velti vagninum og það var að því að kom köttur upp í vagnin sem ég líklega fengi eitthvað ofsarhæslukast og ég man alveg hvernig ég var klæddur ég var í svona bláum prjóna samfesting þannig að Svipaðu núna já, núna hefur ekki farið úr og já, þetta er svona já, mjög sterkt í minningunni og ég held þetta sé að fyrsta sem ég man eftir. Heldur þetta sé minningi þín eða heldur að bróðin hafi þetta er raunveruleg minning? Þetta er raunveruleg minning af því að ég var að tala við hann svona áður en hann fekk Alzheimer þá fór ég mitt að tala þetta og þá sagðist hann mun eftir þessu því hann fekk svo mikla sektarkennd út af þessu því hann átti að passa mig Varstu þú yngstur? Ég var yngstur Og langt á milli eldri bróður eða? Já, eldri bróður var hálfbróður minn hann, móðir hans fórst við barnsburðinn á Höfðaströnd í Skagafirði og þá gat pabbi ekki verið bóndi lengur, það gat ekki hugsað sér og systir hans tók við og maður hennar Steinun Guðmundsdóttir og Anton Jónsson og hann flutti í bæinn 39 og gerðist tollvörður og sá eftir sveitinni? Já, hann fór náttúrulega alltaf á hverju sumri norður og nei, ég held ekki sko hann átti mjög erfitt með að deyða dýr sko
þannig að hann var kannski ekki bóndi að svona upplægi sko. Ég man eftir því sko í Karlóveginum þegar vorum fluttið þangað þá var köttur sem hérna tók hreinsaði úr hreiðri sem var alveg við gluggan hjá mér og hérna báðir fullorðnu fuglarnir fóru í sjálfsmarksflug á kettina en ég bjargaði hungunum og reyndi svo að fæða þá en hann hérna og hann líka en það gekk ekki neitt hjá okkur og þannig að hann tók sér til og deyddi þá það fekk alveg rosalega á gamla mannin sko. Hann var fæddur 1898 sko. Það var 56 ára þegar hann átti mig sko. Það vantar í því svona eina kynslóð. Já, minnst að kosti. En pappin fer hann þá með son sinn í bæinn? Nei, hann kom ekki alveg strax. Hann var hjá móður afa og ömmu. Sá hér Jón Sigurðsson og Níelsína og sá var mjög merkur maður. Hann hannaði þarna og smíðaði húsgögn fyrir eiginlega alla Skagfirðinga. Það er stórmerkilegt alveg. Ég alltaf að rekast á náttborð og alls konar möblur eftir hann og heima hjá okkur í Stórholtinu var alltaf borð og stólar sem hann hafði hannað og smíðað. Þetta var allt svona völundar smíð sko. En það gerðist þessi bróðir minn húsasmiður og var mjög vandverkur Þórir. Hvernig húsgögn voru þetta? Voru þau fínlega eða voru þau svona Nei, þau voru algjörlega Nei, ekki, þau voru fínlega en voru algjörlega eins og ég man eftir þegar Júlíana Gottskálsdóttir hérna listfræðingur komingdjóni í heimsókn til mín og horfði á þessa stóla og sagði, guð, hvað þetta eru fallega í stólar og þá sagði hún og lofaði mér því að þetta þyrfti að fara á safn og við settum þetta á Skagfirðinga minjasafnið þarna vonandi að þeir sýni þessu einhverja virðingu en það þyrfti einhver að taka að sér að ég hún alltaf að því að sonur minn er hönnuður að bara safna myndum af þessum húsgögnum sem eru bara á víða á sveitabæjum í Skagafirði og hérna gera eitthvað herbyggi þarna einhvers staðar sko. Með þessu, þetta er alveg stórmerkilegt en já, hann kom ekki svo í bæinn fyrir en sko svona Pabbi kemur einn í bæinn Já, og svo kemur hann þegar hann kynnist mömmu þá kemur hann mörgum ára setna sko og mamma var yngri eftir stríð sko, já hún var 16 árum yngri sko Og hvernig kynntust þau? Það var held ég einhverju vína feð á Þingvöll og móður mér var mjög hneyksluð á föður mínum út af því að hann bauð upp á viski og hún drakk ekki viski og hérna en þau náðu allavega saman og hóðu sinn búskap og byrjuðu held ég að búa eitthvað áður saman en fluttu svo í Stórholtið í verkamannabústaðinn við vorum þar til 17. júní 63 17. júní Já, þá fluttum við í Vogana Hérna, mammaðinn, hvaðan er hún? Hún er algjörlega bara Reykjavík hún er sko ættu Hólakoti fyrsta ljósmóðurinn var langa mennar held ég já, langa mín eitthvað slís Þannig þú ert halvuleiti 7. og 8. kynslóður Reykjavíkur Já, ég er Reykjavíkur alveg eða sko úr þessari ætt sko svo náttúrulega amma hún var dönsk sem svo afi lærði til press Móðurammaðinn Já afi var kallað sér að Bjarni Brauðlusi en hann var dómkirkjuprestur nokkur ár með Jóhanni og Brekkusanal en hann voru á móti bindindishreyfingunni og var líka á móti KFUM og hverju hvað
Já, Hvað þetta að hafa mótið þessum félögum? ég hugsa að hann hafi bara alltaf sko, móðir mín sagði að þegar að Árni á Þóraræs og sér Árni sem Þórberg skrifaði æfisögu þá fenguðu sér alltaf Toddy upp í Suðurgötu 7 og hérna ég held að hann hafi bara þótt gott að smakka það en hann drakk nú aldrei neitt að ráði held ég en ég sko hann og séra Friðrik voru miklu vinir sko. Líklega eitthvað samtíma í Kaupmannahöfn og liggja nánast ekki hlið við hlið heldur mjög nálægt hvort öðrum í gamla kirkjugarði og það var alltaf vinskapur á milli þeirra og ég naut þess náttúrulega þegar að séra Friðrik var að gefa mér maltól En hann var ekki hrifinn af KFM? Nei, hann vildi ekki svona víst, ég hef þetta alltaf eftir móðum minni sko, og hann var á móti svona hvað ég var að segja trúar hérna á félugum bara yfir held ég Presturinn? Já, presturinn og sérstaklega sko því að KFM var hérna það var bindiðishreyfingin byrjaði þar líka sko, þetta var ekki bara í verkalýðshreyfingunni og ég held að hann hafi verið mjög fanatískur á móti bindiðishreyfingum yfirleitt og hérna og taldi þetta væri alltaf ungi menn til að vera að hafa skoðun á þessu eða eitthvað en ég náttúrulega hitti þennan afa minn aldrei þannig að ég náði ekkert að spyrja hann út í þetta En pappiðin kemur frá Skagafirði, giftist móðinni sem að á stóra ætt hér í Reykjavík eða fjölskyldu. Já. Og var Suðurgata 7 svona hús ömmuðinnar þegar þú ert að Já, þarna ég var oft þarna hjá móðursystur minni sko, þegar móður mín fór mikið til Kaupmannahafnar að heimsækja ættingja sína þar og móður mín vann þar líka sem ung kona sko. Í Kaupmannahafn? Já og þannig að ég var mikið í Suðurgötu sko og mann eftir að hafa leikið mér mikið kringum tjörnina svona hortsíla veðum og Ég náttúrulega eins og margir oft komið í þetta hús þetta var galleri þegar ég var ungu maður eða ungu piltur Já, frá 77 Það ég verið 16 hérna sem að þú rakst þetta var lítið hús Já, þetta var brattur stigi það voru tvær fjölskyldur Já, hann Björn Olsen sem var háskólarektor fyrst hann festist í stigunum hann var líka skildur okkur sko. og það voru tvær hjaltisteða fjölskyldur þarna og Finnsir rannir líka sko. Fólk hefur verið nægjusamt þarna Já, en þetta voru vel hannað hús reyndar Sum herbyggi voru þegar maður kemur upp stigan og það voru hérna á hægri hönd voru 2 herbyggi þar sem að var hérna myndlistarsýningar en svo hérna megin var eitthvað svona pínulítið herbyggi ekki sem að hefði kannski verið eldhús eða eitthvað í Kanada Nei, það voru Nú er ég bara að reyna að rifja upp eitthvað Já, það var eldhúsið var niðri sko þeim megin sem gallerið var sko. Já, það var sko að náttúrulega syndaði Árbæjarsafn ekki bara haldið áfram með gallerið af því að hérna, þetta var orðið heimsfrægt hús og hérna frábæra sýningar Já, yndislegt alveg og það er 50 ára afmæli það ætti náttúrulega rusta þessu drasli sem verður þarna núna og bara leggja undir gallerið aftur og því að afi þessi séra Bjarni hann ætlaði alltaf að verða myndlistarmaður og það er til alveg frábær verk eftir hann alveg bara mjög góð og málaði hann þá bæði málaði og teiknaði hann náttúrulega Bjarni Þóraræns við erum systkinabörn sko og hann hafði þess að nákvæmni í sér sko í teikningu það var allt hann til dæmis þegar hann er í prestnáminu þá hérna sendir hann alltaf málverk heim
og hérna ég hef verið að sýna dönskum vinnum mínum þetta og þeir verða alltaf mjög hissa þegar þeir sjá þetta því að hann bjó á Fridriksberg og það var ekkert byrjað að byggja Fridriksberg garðin eða sko hann var ekki til eða neitt, bara einhverja holt og hæðir þarna og hann málaði þetta og skrifar sko jólakorti, þetta er útsjónin úr glugga mínum það var mjög svona nákvæmur, svona svolítið eins og Bjarni Þórarins er í sinni myndlist. Já. Hérna, vildi verða myndlistamaður, hérna stundum er það þannig að það munur á því að vilja það eða vilja það, stundum er það bara óreinaf hugmynd sem að fólk gerir eiginlega ekkert við, stundum er það eitthvað sem að fólk reynir en getur ekki og hvað heldur það hafi verið með það væn? Ég held bara að þetta var, ég held að það hafi verið bara ákveðið af, sem sagt að það stóð bara ekki til boða. Það stóð ekki til boða því að hann hérna, sem sagt langjafi minn, hann var járnsmiður og var að gera við þessi stóru spil þegar 6 skútur voru að koma hérna með þessi spil og allt brotið og bramlað, þá voru hérna nokkrir járnsmiðir og við tjörnina mitt og þar voru smiðurnar og þau áttu sem sagt langamma þau áttu 3 börn sem sagt og 2 drengi og eina stúlku og hérna hún var ekki send til mennta en hún fekk miklu stærri arf og hún giftist Þegar henni voru búin að taka út arfinn með menntuninni sko, já, og hérna og það kom ekki til greina að járnsmiðurinn ætlaði að fara að mennta myndlistamann, það var náttúrulega óþekkt á þessum tíma algjörlega og ég held að það hafi alltaf verið svolítið sárindi út af þessu en hún giftist sem sagt Pálma Pálsson, hérna rektor í hérna MR, yfirkennara í MR og þau bjuggu einmitt upp á lofti þar sem hátíðasalnurinn er og sonur þeirra var Páll Pálmarsson, var svona frægur hérna í bæjarlífinu. Fyrir hvað? Já, hann var svona sérstakur svolítið, hann kynntist aldrei konu og hérna Hommi sérst Hommi, já. Já, það sagði hann Bragi í einhverju þætti hjá Agli. Ég var nú, ég veit ekki, ég held að hann hefði nú bara verið svolítið feiminn. En hann sagði mig góða Bragi hefur örugglega haft svolítið neða fyrir hverju hommi og hverju ekki hommi. Já, það getur verið, sko, en hann sagði mér góða sögu, sko, sem hérna þegar hann bjó hérna og þá voru 2 vinnum upp á lofti í MR og þá var fjósið náttúrulega virt fjós, það voru ekki nemendur í fjósinu, heldur beljur og það voru 2 vinnumenn og þeir báðum frí til að fara út á Suðurland til þess að vera í brúðkaupi og hérna og Pálmi veitti þetta leyfi og brúðkaup á þessum tíma voru bara fyllir í viku og svo tók viku að fara þangað og viku tilbaka og svo komu þeir eftir 3 vikur og hérna voru svolítið sneipulegir og þá spurði Pálmi hvernig var í brúðkaupinu. Þá svaraði annar, það fraus í bollunum. Það þýddi náttúrulega að það var ekkert áfengi. Og hérna helviti spildisreikinn. Já, helviti spildisreikinn. Alltaf kom í veg fyrir skemmtun hjá köllum. Já, nei, það var svona hann var mikið heima, sko, þessi Páll Pálmarsson kom alltaf í mat og móður mín hérna þreif af honum og þvotti
Martin og svo leis Og kynntist þú honum? mjög vel sko, því að hann var alltaf heima og svo þegar ég var í MT þá Og fannst þegar Bragi að segja þetta, finnst þér það eitthvað svona verður sárt það að sé verið að tala svona hann eða? Nei, alls ekki Nei, það var svona hann bjó alltaf einn sko hann bjó fyrst sko þegar ég man eftir mér þá var hann með ráðskonu en hún dó meðan ég hef verið svona 4-5 ára sko en ég man alveg eftir henni því að hún kom oft í bíltúra með okkur og var alltaf í peysufötum þannig að maður var svona alin upp í svona þetta var svona allt svona svolítið fordlegt sko en svo kom ég átt til hans og hún hefur verið sko líklega þræll því að vinnukonur á þessum tímum það voru oft ættingir og sveitunum sem komu hingað og unnu við að halda heimili og fengu sko, ég man ekki hvað það var frí á 50 eða eitthvað en fengu lengi laun sko bara að fæða húsnæði það alveg örugglega þannig sko að því að já, hún bara hugsaði mann eins og son sinn sko en þetta var allt svona því að svo eftir ég fór að vera í MT þá heimsótti ég kallinn oft sem sagt að hann bjóð þarna á Þingholtsstrætinu 27 þar sem núna stofnun Sigurðar Nordal og og þetta var alveg rosalega gaman að koma þarna því þetta var bara heimili eins og var aldamót og ekkert nema bækur allt og málverk og það var rosalega hefði átt að venda þetta og svo fór þetta bara þegar kallinn dó þá fór þetta allt bara upp og niður í tolli sko og ríkið tók húsegnina sko þannig að þetta var svona, frekar sorglegt að hvernig síðast ég hitt hann þá var hann komið með Alzheimer og þá var ég að gera bíómynd, áshátíðamynd fyrir Borgarspítala og ætlaði heilst honum og það gekk ekki betur til hann hélt að ég væri læknir og vildi heimtaði lifa mér En þú Þú með svona tengingu út í, þú ert að tala það eins og sett komin úr horfnum heimi þess að lýsa þessu fólki Já, líka á höfða sko, það var náttúrulega ekkert rennandi vatn og ekkert rafmagn þannig að það var náttúrulega það sem ég var sendur í sveit fljótlega og tók við þar af bróður mínum sem var þar líka nokkur sumur Hvað varstu ungur þegar þú varst sendur fyrst? Já, ætlaði ekki verið 9 ára eða 8 Og varstu svo þangað til að bara fram með fermingu eða? Já Öll sumur og Þú varst góður í fótbolta eða ekki? Var það ekki ómúlegt að vera sendur í sveit? Það var náttúrulega svakalegt Hvað hefur orðið úr þér að hefur ekki verið sendur í sveit? Ég hefði bara orðið eins og Þorbergur Atlason sagði ég hefði orðið besti markvörður allra tíma og hann var að þjálfa mig sko og þá kom Alfreð líka, hann var líka þjálfari og heim til mömmu Alfreð, pappinar Lilju, Alfreð Þorsteinsson hann var þjálfari líka á gamla framvellinu og þá fór hann og hitti mömmu og pappa og það var atvinnutilboð og þá sagði móður mín nei, ég þarf að fara í aðgerð á æðarhnútum og og þannig að ég þarf að losna við hann í sumar þess að ég var nú frálíklega eftir það eitthvað svo alltaf eftir öll þessi sumur þá alltaf því ég kom heim á haustin þá voru alltaf æðarhnútarnir á sínum stað þannig að Hvert var atvinnutilboðið? Ég átti að vera sendill á tímonum til þess að hann var rétt að hann ætla að láta Framsóknarflokkinn borgaði laun til þess að þú geti spilað með Fram Já Klókur en Alfreð Það var alveg kunnið þetta alveg og ég orðið fýtt sendill alveg og
Já, nei, ég spilaði þá upp fyrir mig og hérna margir frægir leikir. En í fjölskyldunni hérna Reykjavíkum þar síðustu aldamót, svo ferðu í sveit í Skagafjörð og þá ferðu eiginlega nokkra bara aldrei aftur í tíman. Eða svona það er svona draugagangur og allt þetta svona sem því fylgir svona rafmagnsleysi. Náttúrulega var bara svona daglegt brauð og ég hef aldrei verið draugarhræddur sko. Og hérna En hefur samt orðið var við draugagang? Já. Þú var séð drauga en þú varst ekki hræddur við? Nei. Ekki vitund og en ég kynntist náttúrulega svo draugum líka seinna á æfinni sko, á Haga Snæfellsnesi náttúrulega fræg saga því sem er þegar að frændur mínir frá Höfða sko við vorum að rífast hvort það væri svæstnari draugagangur á Höfða eða Haga og ég bauð þeim í veiði og á Haga og það var alveg svakalegur draugagangur upp úr því þannig að þeir þögðu eftir það það er bara löng saga til að segja það núna en hún er í bókina Kárasonar. En hvernig heimili var það sem þú fórst inn á í Skagafirði? Það var Þetta er svona utanlega í Skagafirðinum, ekki? Hvar er þetta í Skagafirðinum? Þetta er við Þórðarhöfða og Höfði er náttúrulega kenndur við Þórðarhöfða. Þetta er landnámsjörðin sem Höfða Þórður sem nefnir þarna land. Og er líklega heiguður þarna í skipi við hól sem heitir Búðarhól en hann gæti verið heiguður líka á öðrum stað, það er eitthvað kuml þar líka ofar. Og Dranga í firðinu fyrir utan eða? Málumey og Þórðarhöfði sko. Það var náttúrulega Höfða vatn sem opnaðist því miður og núna er það bara eins og sjávarlón, gætir flóðs og fjöru og hérna þetta var svona það var sem sagt systir pappa var hérna Steinun kallum Nunna alltaf og maður hennar Anton Jónsson ég var í herbyggi með honum og Jón Sigurbjörns lék hann og þeir voru bara mjög líkir því að sonur þeirra var Friðrik bóndi á Höfða mikill sagnameistari og þeir báðir reyndar feðgarnir og þegar Jón Sigursson var á vappi svona þá var hann að hitta Jón í fullum skrúða sko, þá bara rökk hann við að hann held að þetta var pappi sem var komin þarna aftur gengin sko og hérna hann var mjög skyggn Anton og hvað sá hann? Hann gat séð bara allan anskotan hann gat sagt fyrir lífið fólk eða hálfa og hann talaði illa vætti hann var alltaf að berjast við illa vætti og hérna og líka hann gat sagt bara nákvæmlega hverjir væri að koma sko. Og það var einhver fylgja með pappa líklega hefur það verið fyrirverandi konan sem jörðuð þarna líka það er heimagrafritur það var kirkjustæður til forna og það hefur verið aflöð svona 1800 og eitthvað byrjun 19. aldur og pappi byggði þennan grafrit eftir að konan hans lést sko, en hún grafir þarna hún var ung þegar hún dó? Já, hún var ung Þannig að þetta verið mikil sorg í lífi föðuðins Já, þetta var mjög svona greinilega markaður eftir þetta Talaði hana við þig? Já sko, og var hún helgimynd í
hún var engill. Hún var náttúrulega engill, hún dó. Já, og það var stór mynd fyrir ofan hjónarúmið hjá mömmu og pappa og og þegar að vinir mínir voru í heimsókn þá rákuður alltaf augun í þessa mynd og og spurðu hvaða kona þetta væri og ég svaraði alltaf þetta engill heitir Þóra og já, þetta var bara alveg eðlilegt fannst manni og svo sem eðlilegt já. Fólk deyr ungt að þá náttúrulega það allt sem hefði geta orðið og það þekkir þetta í mörgum fjölskyldum þegar ungir eru bara helgir já. Það er bara við dösulmennin sem lifum þetta afsönnum það að við hefðum geta orðið betri hefðum við dáið fyrr já En búskapurinn þarna, segðu mér það ég hef bara verið nokkra dag í sveit og líkaði ekki, hvað er þetta 120 rollur og 5 beljur í fjósi? Þú ert mjög nálægt og það voru 7 beljur og einhverja svona 150 rollur og þetta var meðal stórt bíli. Já, þetta var náttúrulega þegar maður kom þarna á vorin þá var uppáhalds dýri mitt var reyndar beljan en það var svo helvíti leiðilegar að maður satt þarna og pumpaði vatni og dældi vatni upp úr lind og satt þarna við pumpuna svona kannski 3 tíma á dag og það að brenna beljónum og þær drukku náttúrulega endalaust á vatni og maður horfði alltaf á þær já, svona gaf þeim illt auga til þess að þær hættu að drekka svo bara leið þú verður farnar þá var þetta ekkert mála því að þá var þetta bara fyrir neysluvatn og það var bara kolavél og hitaði upp bara með kolum og rekavið, það var mikill rekavið þá líklega frá Síberíu það var ennþá reki þannig en sveitarstörfin voru aðalega bara að stinga út úr fjárhúsunum og svo bera á. Þú líka byrjað sem kúasmali og eitthvað svoleiðis, eða ekki? Já, ég var þannig reglan að sá sem yngstur, hann gerir allt sem hann getur og svo sem næst yngstur gerir allt sem hann getur nema það sem að sá yngsti gerði? Ég var eiginlega engin kúasmali lefla því að ég velti kaðlinum bara upp úr fóðurbæti og þá eldu þær bara í halar og ettir og það var ein manni beljan hétt Röðkan, kalluð Bulla og ég gat kallað á hann eins og hund, hún var alveg yndisleg dýr og bara mjög skemmtilegt dýr og mér þótti alltaf mjög vænt hana en hún var ekki allra hinni krakkarnir sem voru þetta, þeir voru skítrætt við hana. Og tengdistu beljónu meira heldur en fénu eða með svo hundinum? Nei, hundurinn var náttúrulega bara bestu vinnu minn Hvað heit hann? Týri og mjög fallegur hundur en svo var náttúrulega einmitt svona eins og við tölum vinnukona sem hafði fylgt fjölskyldunni að bæði af og alveg frá Bræðrá, þau byggu Bræðrá mistu jörðina Bræðrá í kreppunni að mér í sagt en svo passar það ekki alveg ártölin en þetta einhvern veginn fast þannig en fór á hafða Svo þú hlustar mér ekki nú vel þegar að vera að segja mann þetta, maður er svo ungur og hefur ekki áhuga og svo fer þetta að verða göttótt fjölskyldusagan þegar maður er fyrir að kanna ártölin þannig að ég svona en hún hét Bríet Guðmundsdóttir og var frænku okkar og hún var ansi fort líka og hún kendi mér að veiða og þannig að ég fór að sjá netin og
og reykja, hún kendi mér að reykja silung og hangi kjött og hérna. Og kanntu það enn? Já, en hann hrundi kofin á höfða, þannig að hann var ekki lengur starfhæfur, sko. Það var komið gott úr honum? Það var þannig að ég var bara komið með útgerð þegar ég var svona hætta og þá að því að hún var fræg þetta var náttúrulega var það bara Siglufjarðarleið og þá var bara yfir skarðið sko allir sem keyrðu framhjá til Siglufjarðar og ef þeir sáðu rjúka úr kofunum þá var keyrt upp og keypt allt sem til var og svo allt í einu fór að rjúka aftur þegar ég hóf mína reykingar þarna á síðar árum sko og þá ég var bara byrjaði kannski 10-11 ára að reykja og veiða og veitti líka í sjónum á stöng og lagði net þar líka og þetta var bara þokkalega útgerðum svona kaupamenn voru með 1.000 krónur á mánuði ég kom heim með 30.000 út af sölu af reyktum silung og kallarnir, ég man alltaf eftir það voru kaupmenn á Siglufirði þeir voru sérstaklega æstir í þetta og stundum að fiskurinn bara rár en þeir vildi hann samt að því að þeir voru á ferðinni en þetta var svakalega góðu matur Og hvað var í reyknum? Það var sko, nei, ég var miklu meira fornöld sko hún náttúrulega kendi mér Bríet kendi mér að stinga mó og ég stakk upp mó og setti í hrauka og svo var það líka svo var svona toppurinn það var að reyta krækiberjaling og það var svona síðasta snertingin sem gerði bragðið að því að já, en ekki birkihríslur en þar var allt fullt að birki þarna fyrir ofan bæinn sko ef við notum krækiberjaling svo mátti það ekki allt í einu Okkur ekki? Já, það var líklega landfóki eitthvað slíkt Það má ekki rífa lingið upp því að það náttúrulega síðasta víið gróðurinnum það bara korter í auðn lingið mosin og lingið sem að Íslendingar ofta dasta þetta bara land sem að brotna niður sem að þetta sé ósnert er þetta land sem að gefa sig Já, þetta var svona en svo voru þarna hjónin ung hjón sem sagt þá Friðrik Antonsson og Guðrún Þórðardóttir var frá Hnífsdal eða er frá Hnífsdal, hún er á lífi en Friðrik er farin frá okkur og svo voru fullt af krökkum sko þannig að hetjan á bænum var náttúrulega húsmóðurinn Guðrún Gurra eins og hún kalluð ég meina hún þóði allt í höndunum af öllum þessum krakkaskara sem var þarna sem var allir yngri en ég og svo bara matur og ég meina og í þessu litla húsi gist oft svona 22 manneskjur og þetta var eins og ég sagði þetta var svona ofurkona og og hún var sko þegar ég var með skála þá sagði hún við mig og Ara Kristins sem vorum að vinna einhverju handriti og þá sagði hún, já þið verða að koma í messu strákar, ég er í kórnum og við fórum í messuna og hún var náttúrulega eini í kórnum og það var og var þetta kona sem að enginn sá sofa á eins og var oft svona konur sem að heldu öllu gangandi Jú, það var farið snemma að sofa sko það var kannski en það sem að svona mann mest eftir þessar þetta voru miklu sagnameistarar báðir feðgarnir sko og og Friggi Friðrik Antonsson hafa náttúrulega bara snillingur
Hvernig þá? Hvað svona sagnamistari? Hvernig útskýrir hann allt sem hann vil meina með sögu? Já, hann var sögu við hvert tilefni, allt sem að hann gat líka sögur hvert tilefni, já, og allt hafði það endapunkt eða punchline og og svo gat hann hefnt eftir fólki líka alveg rosalega vel, sko. Öllum nágrönnum sínum og þarna var líka Jón Pálmason kenndur IKEA og hann var líka þarna í sveit og því að það var mikil vinátta milli Hofs og Höfða alltaf, síðan að pabbi var bóndi líka. Jón á Hofi og pabbi voru mikli vinnir og þá, en Jón var mjög kjaftfúr þannig að þegar bændurnir komu í kaffi og þá sagði hann alltaf við komandi bónda, Frigg alltaf að herma eftir þér og alltaf verið að sussa niður í strá. Það var mjög skemmtileg krakki og svona framhleypinn, eitthvað ADHD í honum, sko. En krakkarnir sem voru á bænum, að það voru börn hjónana, en líka börn hjónana og þaðan, eða ekki? Nei, þetta voru allt, sko, systir Friðriks, Þóra Antonsdóttir og búsett í Hafnarfirði. Hún líka tiltölulega nýdáin. Hún sendi líka börnin sín þarna og Steinunni Ólafsdóttur og Ólaf Þór Ólafsson og þannig að það voru bara þeirra börn sem sagt Friðriks og Gurru og svo þessi tvö og svo ég og Jón. Þannig að þið voru að vinna. Það var ekki hægt að reyka þetta bú nema með það sem myndi kallast í þetta barnaþrælkun? Já, sko, ég af því að faðir minn var náttúrulega tollari, þannig að ég fekk senda sælgætisbirgðir stundum. Sem hann hefði tekið af öðru fólki? Nei, pappi var ljúast í tollari allra tíma. Ég tengi bara ekki að hverju tollari með svona mikið af sælgæti. Það eru bara sjómennir sem mútur. Nei, þakklætist vottur. það var, ég er búin að heyra svo endalisa sögur af pappa hvernig það teklaði og besta sagan hann var náttúrulega með Sigurði Guðmundssyni myndlistamanni sem var þá ungur maður og ætlaði að vinna sig í álit hjá gamlu tollurunum og hafði tekið einhverja eina flösku af manni og pappa listi ekkert á það og sagði, á hverjum tókstu þetta? Bara þessum þarna og benti á einhvern sjómann. Farðu nú að skila þessari komin. Og það hugsa, ef maðurinn getur drukkið það sjálfur eða reykt það sjálfur, þá ég bara að fara inn. Þetta svo lágt kaupið á þessum frökturum. Þetta heita neysluskammtar í dag. Já, nema hvað að ég fekk Macintosh sem dollu og notaði þetta í mútur. Þannig fekk ég krakkana til að vinna störf sem ég átti að vinna einn og var það eiginlega bara eitt sem var svona leiðilegasta. Það var að bera af, það var sem sagt borin mikið á túnin og síðan var komið með svona herfi og reynda að mylja þetta á ný. En svo voru beljurnar búin að ganga þarna fyrst þegar komið út og þannig að það var mikið að mýkju. Þetta voru að bera af sem sagt með því að setja drulluna af þeim í svona olíutunnur og bera af. En annars mér var nú og þetta vildir þú ekki vinna og fekkst krakkarna til þessu? Ég vann auðvitað með þeim en þau fram eftir öllum aldri þá voru þau alltaf að væla hvernig ég hefði komið þeim til
hvernig ég komið þeim til manns. Og eitt dagsverki í þessari leiðilegu vinnu hvað er það svona 6 makkitósmólar? Nei, þetta var bara einn. Já, það þurfti að duga allt sumari. En þetta var en ég var mikið bara í þessu, ég var reyndar að hugsa með þessar beljur en aðalega að veiða. Af því það þurfti alltaf að vera sílungur í matinn og það var eiginlega bara sílungur í matinn og svo seldur líka sílung með reykjan. Já, það var mjög góð veiði. Og þá ætti að veiða bara í net eins og almennilega maður, ekkert á stöng. Líka á stöng, sko. Já, það var sjóbleikjan var bara þarna í sjónum og ég ennþá. Og það er ekkert bara skemmtilegra en í dag en að vera þarna í júlínóttinni, sko. Það er bara stórkostlegt. Í fjörunni þá? Já, og sólin fer niður hérna við Málmi og fer aldrei niður endar, bara snertir sjóndeildarhringinn og svo upp aftur. Það er svo gaman og vill ekki hætta. Og vill ekki yfirgefa mann. Herðu, en sko, þú ert náttúrulega listamaður og gert hérna kvikmyndir og svo ertu sagnamaður og það allt saman. En þú ert líka svona athafnamaður og þarna ertu ungur hérna í sveitinni, stýrir hérna barnahópnum með Macintosh-mólum og rekur reikhús og hérna útgerð og útgerð þannig að þú ert svona athafnamaður sem barn og það síðan ofta seinna í lífinu, við nefndum hann galleri og við getum nefnt Fjalagöttin og við getum nefnt hérna kvikmyndasamstipuna og alls konar hluti sem þú hefur gert að það fylgir þessu oft svona athafnasemi. Já, allir það sé ekki bara fótboltan og höfrekar svona keppniskap það er svona já, ég heldur svona ég þoldi ekki að tapa handbolta eða fótbolta eða körfubolta þannig að það var bara keppniskapi var mjög mikið þannig að ég held að það hefði fleytt mér svona gegnum þetta svona þessa viðskiptahliðina sko. En ég er mjög lélegur í því Það getur verið hættulegt að vera með ómikið keppniskap í því, vera bara ákefðin getur þú getur hlaupið fram af brúninni sko. Já, það er líka alltaf þegar ég var komin með eitthvað svona örugt þá kuðraði ég. Þá eittur því. Já. Fórst að framleiða myndir annarra og stórtapa því. Já. Alltaf þessi hugmyndum að búa til eitthvað veldi. Nei, þetta er eiginlega sjálfgefið sko. Þetta er við börn náttúrunnar þá kynnust við starfsfólki því að vinna með almennileg tæki sem sagt það sem eins og járnbrautarlest sem svona áhuga fólk kallar járnbrautarlest en þetta var svona tölvustýrð tæki þannig að hreyfingarnar eruðu mjúkar á myndavélinni og slíkt og ljósinn og allt þetta krafðist þess að kaupa trukka líka og svoleiðis og þessu var bara fjárfest í og svo gat maður náttúrulega ekki gert myndir sjálfur á hverju ári þannig að þá settum við þetta svona sem framlag í aðrar myndir sko. En svo fórum við náttúrulega að taka þátt í þessu líka með ef við áttum peninga þannig að úr þessu var alveg bara svona 3 myndir á ári sko. Þannig að við vorum eiginlega að búa til vinnu fyrir þessi tæki og tól sem náttúrulega engum dettur í hug í dag að því að miklu betra að leigja heldur en kaupa þannig að
Já, þetta leittist, maður bara leittist út í þetta einhvern veginn að sjálfs. Gegnum þetta blandast við því að vera framleiðandi af myndum og kannski eyða meiri tímanum í sem framleiðandi heldur en leikstjóri eða handritshöfundur, eitthvað? Já, en sko, það var náttúrulega bara fólk sem rak þetta, sko, ég var ekkert mikið inn í þessum rekstri sjálfum, sko, bara, en myndir sem ég leikstir, þið komum alltaf vel út fjárhagslega og voru vel fjármagnaðar og við vorum að gera fyrstu myndi leikstjóra sem fengu bara lítið annað en kvikmyndasjóð sem var kannski 25% af kostnaði og þannig að þetta var svona þetta voru ekki góðir svona businessplanið var kannski allt í lagi en sko þurfti sko þolið mátt fjármagn og bankarnir sko meðan að vextir voru lágir þá var þetta í lagi sko en svo þegar vextir fóru upp á allu valdi þá bara gekk þetta ekki. Nei, þegar við förum aftur hann úr sveitinni í bæinn og þetta talaði um handbolta og fótbolta og þú varst minni mig að þú hefur verið góð í fótbolta og mér minni líka að þú talir því sem góðan fótboltamann. Nei, það er Nei, ég leit aður það sko. Nei, ég er ágættur upp sko, á bassaldri og svo lendi ég í hérna, ég held ég 10 eða 11 ára þá lendi ég þá lét faðir minn kaupa skíði, einhvern sjómann kaupa skíði fyrir mig Fischer skíði með plastbotnum og járnkanti og við fórum upp í Jósefsdal og þar verði ég fyrir slysi á einhvernum svaka hraða eins og ég gat ekkert á skíðum og réði ekkert við þessi skíði og hérna og þá hefði einhver sest hon í harðfenni og vinstra skíði fór undir og ég á flegi ferð og sleit allt sem hægt var að slíta í vinstri löppinni. Ég bara heppin að missi ekki bara löppina. Og ertu örfættur það? Nei. En alltaf þegar svo seinna mér þegar ég var að alvöru æfingar þá fekk ég alltaf verk í þetta og bara gat ekki meir og þannig að ég hætti þannig til við byrjuðum aftur með Árvakur og svo náttúrulega góð saga því þegar þá var ég nú komin í Lunch United sem var 3 dagar í viku úti og það er svona 2000 sem er eina móðurfélag allra bumbubolta. Já, það er hálfrar aldar gamalt og hérna þá skal ég segja þá þurfti ég að fara til Bíbjar til að fá að gera sólskístrengin og móðurinn heimtaði það því að Bíbí hafði hérna spákonan sem Vigdís Grimm skrifaði svo sögunum hafði greint Kela einhverfan löngu áður en einhver vissi hvað einhverfa var og ég fer til Bíbjar og hún fer í trans og hún segir að hér séu konir 4 læknar að handan og þeir ætla að gera ég hef verið svo lélegur í fótbolta og ætla að gera við vinstra hnéð það hefði alltaf háð mér og ég bjó á Bjarkgötu og þá sagði hún það verður mikill ljósagangur á Bjarkargötu 6 og síðan getur morgun ekki staðið í löppina og ég var ekkert var við ljósagangin en einn morgunin gat ég ekki staðið í löppina og svo þegar ég bara fór að labba þá bara fatta ég bara alheill á hann Ekki kentir meins síðan? Nei, ekki á vinstri nú er slitin liðþói á hægri ég þarf að fara til Bíbjar fá þess að 4 lækna. Já. En hérna
Ég gat ekkert, var aldrei góður í fótbolta, sko. Ég bara hafði svo gaman að fótbolta og ég notaði líka, ég voru alltaf að það þessuna sem mýtan að því að ég sagði alltaf sögur úr fótbolta ef ég gerði eitthvað fyndið eins og ég man eftir að Áttu við að afrek þín hafi stækkað í sögunni? Já, sko, ekkert endilega afrek heldur, svona atvik. Það gerist oft að hluti stækka í endursögn. Já, það var mjög fræg saga að sumardaginn fyrst að vorum við að spila við Selfoss framarar, ég var náttúrulega framari og það var svona leysingar og völlurinn var eitt drullu flag og ég komst einn á móti í markverði, þá var ég komin í center og hann setur bara raskatið upp. Þá þótti mér eitthvað rosalega fyndið að negla boltanum í raskatið á honum, þannig að andlitið á honum datt honum í drullusvæðið, þannig að þegar hann stóð upp þá var bara með halvan völlin í andlitinu og ég glemdi alveg að setja boltan inn og hann hló og svo fekk ég náttúrulega ekki að vera í byrjunarliðin í marga leiki og eftir þetta. Þannig að þetta voru allt svona sögur eiginlega meira heldur. Nei, ég minni bara að hafa séð þig á fótboltavellinu við Vogaskóla að spila fótboltar. Ég náttúrulega mörgum árum yngri og sérstaklega á þeim árum að þá var þetta bara mikil munur. Mér minni bara að ég hafi séð verið að spila fótboltar. Já, ég spilaði og mikið svona enn Malbiksbolta sko, með bróðinum. Það var nú í Þrótti og þá var Þróttur ekki hátt skrifað sko, því að við oft með tveggjastafa tölu framherrar og ég man eftir að þá var ég líka orðið sendir fram og þá var ég að steypa Suðurlandsbraut 12 fjórðu hæðina og maður þurfti að fara alltaf með einhverja 200 kíló fram á brún sko, ég var lofthræddur svo spurði ég vegstjóran, ég þarf að fara og skreppa og spila við Þrótt og það bætir markatöluna hjá mér svo mikið það sagði þú ferði ekki í neitt þannig að ég mistaði þeim leik og þeir unnu 15-0 og sá sem kom inn á fyrir mig, hann skoraði 5 kokkurinn í LA eða hvað heitir hann? Herðu, áður við förum í Vogana bjóstu í verkamannabústað í Holtunum og þú nú sagt frá þessu og gert myndir og Ómar Ragnarsson líka skrifaði um þetta hverju. Já, þetta var mjög merkilegt hverju. Já, sko, ég held að ástæðan að þetta var mikið svona millistéttar fólk sem fór í þessa verkamannabústaði þau voru verkamenn þarna líka og pappiðin tollvörður já, það er ekta millistétt sko og svo var Heildsali, Hálfdán, hann var ofar í göttunni til dæmis sko í verkamannabústað? Já, hann var sonur hans var síðar mikill vinnur minn og formaður bankaráðs Landsbankans á tímabili Gunnar Halldórsson og þannig svo voru þarna fólk sem svo Ragnar, hann var vörubílstjóri pappi mikill sjálfstæðismaður sko og þannig að þetta var alls konar fólk sko og bifvélavirkjar og svo læknar og var sko þarna og bara já, ég myndi segja bara kennarar og það var svona mjög fjölbreytt mannlíf sko, og líf á göttunum svakalegt líf alveg sko það var bara stanslust krekka merðarna og svo náttúrulega tæmdist þetta þegar útvarpsleikritinn Hulin augu sérstaklega fór í loftið þá settist öll fjölskyldan og hlustaði. Þetta nú aðeins í bíódögum sko.
sem var nú svar mitt út í Allen á útvarpsstöðum. Já, sem var nú skemmtileg mynd. Yndisleg mynd. En og þú ert Allen, þú einhvern veginn upp í þetta þitt hverfi, þú ert að flutti í Vogana seinna. Já, þetta sko, þarna var stutt í framvöllin og áður maður fór í sveit þá bara strax þegar voraði þá var maður bara á vellinum og ekkert annað, bara komst að nema fótbolti. Já. Og þessi hús sem þið bygguðu í, þetta voru ný hús, þetta var svona vaxtakverfi og holtin, eða hafði það kannski verið svona 15 ára áður eða eitthvað? Nei, ég held að það sé byggt 56, hvað svo les. Þannig að þú hefur verið bara, þetta hefur verið Breiðholt síns tíma. Já, algjörlega. Og Vogarnir verið bara algjörlega Breiðholt síns tíma. Já, og þetta var svolítið langt að labba í Austurbæðarskólann, sko. 20 minna labb, sko. Já. Og gegnum mjög hættulegt hverfi. Skúlagatan, það var mikið villingarlíð þar, sko. Það var stór hættulegt að labba einn í gegnum það og svo að bragga hverfi fyrir ofan sem maður fór nú aldrei í nema að hafa 2 snjóbolta í singvori hendinni, sko. Það var nefnilega var svona erfitt hverfi, það var að því leiti braggakverfi minna ég að það voru allavega 2 sem voru mjög veikir þarna og fram í morð þarna til dæmis og sem var mjög sjálfgeft í þessu og það sem Flókagatan núna og Háteigskirkjan og það var og við náðum þessi vélbyssu þaðan úr sem efni í ágæti stuttmynd, sko. Við náðum að selja vélbyssuna sem var virk. Það var alltaf einhver kofi þarna fyrir framan Háteigskirkju og alveg bara ramlæstur og við brutust inn í hann 2, ég og Birgir Marel og fundum þá þetta svakalega vopn, bara vélbyssu á statífi og seldum þetta Sigga myndlistamanni Sigga hvað svona hann ég alltaf með Sigga Örlygs í haustnum en þetta sem sagt bróðursonur Gunnars pappa í Messaforti og hann var mjög svona flottur myndlistarmaður nema hann keypti þetta var pabbi Sigga bróðir Gunnars Eyþórssonar? Já, þetta sem sagt Sigurður Eyþórsson og hann keypti þetta af okkur bygga fyrir það var 5 krónur og lét okkur fá skambis í staðinn og milli og og ég var hvað gerðu við skambisuna? Skambisa var náttúrulega ekki virk en vélbyssa var virk og og svo notar Siggi Eyþórs þessa vélbyssu í myndlistaverk á sama tíma og 68 þegar hann í myndlistaskólanum og þá er vélbyssan hluta af myndlistaverki eftir Sigurð og þá er verið að safna öllum skotvopnum eftir morðið á Gunnari í Laugarnesinu og þá fór hún í endar semst í brotajafni þegar hún var tekin sem vopn, sko, því að hún var alveg virk og þetta var svona ævintýra heimur sko Háteigskirkjan í byggingu og Vaskheimurinn var líka mikið leiksvæði, sko og svo varum maður í biblíuskóla í sjómannaskólanum og svo náttúrulega í KFM niður í Atmatstig hjá séra Friðrik. Þegar það er svona mikið af það á ekki kannski við þitt heimili þegar er svona margt fólk við kvöldverðarborðið, mörg börn að þá getur verið fjör og sá sem að ætlar að ná okkur athygli, hann ætlar að segja eitthvað skemmtilegt til þess að komast í gegn
Þetta er stundu í hug þegar maður kannski ekki lengur orðið þannig þegar maður kemur til Írlands þegar maður sér alla þessa stóru hópa sko að Írarnir sé svona góðir sagnamenn því þeir koma á svo mikill barnamerðsvip og var í sveitinni hjá þér að þú verður að æfa sagnamennsku þína ef þú ætlar einhvern tímann að fá orðið. Það nennir ekki að hlusta og ekki veiðurlega. Þetta er ekki, það er ábyggilega erfiðara fyrir einbirnið að þjálfa með sér sagnamennsku þar sem að foreldrarnir eru alltaf ánægðir með allt sem það segir. Heldur að þetta skiptir máli svona að því að þú ert að tala sko sagnamennskunni í sveitinni Já, sem er einhvern veginn, en síðan er þetta líka þegar kemur fólk allstaðar að utan úr bænum og innan úr braggahverfunum inn í þessi hverfi bæði í Holtunum og síðan í Vogunum. Heldur að það skiptir ykkur máli og svo náttúrulega er það líka sem að sko þú og þín kynslóð hafi svolítið lagt upp með svona þessi skil á milli fortíðar og nútíma, íslenskra menningar og amerískra menningar. Það sé svona eins og það sem mesta lífið verður það sem að eru vatnaskil eða í fjöruborð, það sem að tveir ólíkir heimar mætast. Já, það er svona þetta var sko eldri bróðir minn, hann kendi mér skák og bridge, þannig að ég var of mikið með þessu fullorðna fólki. Það var alltaf bara spilað eða telt eða voru 4 hæfir í bridge, þá var bara spilaður bridge og sem eru mjög formleg samskipti milli fólks. Já, en svo bara það er bara líka jók á keppnisskapið bæði skákin og þessi bróður minn æfði skák sko, og var mjög góður og ég man bara þegar ég náði jafntefli þannig í fyrsta sinn, þá hélt ég að ég væri bara búin að vinna sigra heiminn sko, en ég held að sagna sko, maður æfði sig mest á krökkunum á höfða sko, því að þegar maður var að dæla upp þessu vatni og satt maður kannski í 3 tíma og krakkarnir voru bara í kring að hlusta aðalega elsti strákurinn þeirra Gurru Grétar Friðriksson og hann satt bara og hlustaði og ég skáldaði upp þessi ævintýr og vitleysu sko. Og þannig að ég held að það hefði verið svona aðalæfingin sko. Ég man ekki eftir að hafa verið að rembast við að fá athygli í bænum nema bara þá við spilaborðið og við tappborðið sko. Sigra fólk. Já, eða sérst að sína snilli sína í bridge eða tappli sko, skák. En svo getur maður ekkert í þessu í dag sko. Herðu, segðu mér aðeins á pappaðinum sem er verður náttúrulega elsti pappin kannski. Já, hann var bara á sama aldri og afarnir hjá vinnum mínum. Hann var sko hann var mikill framsóknarmaður en svo kom í ljós náttúrulega hann var mikill sósíalisti. Hann var þegar ég fór að bera bækur heim eða svo ský í buxum þetta Majakovski og móðurinn þetta Gorki sko, þá sagði hann þetta er allt í kellarastrákur þá var hann sko með kistur fullarnir í geymslu sem hann kallaði ekki bækur að þeir eru ekki innbundnar en hann var mjög ljóðelskur Kiljur sem að Mál og menning var ekki út. Já, og þannig að yngri bróðir hans Anton Guðmundsson og hann kallaður Tóni Rauði á Siglufirði, náttúrulega mjög bara gamall kommi. Já. Og hann þarf að vera svolítið rauður til að vera kallaður Rauði á Siglufirði að Siglufirði var svolítið róttökubær. Jú, hann var heljarmenni sko, hann var líka þekktur fyrir það og segja mér Siglufirðingar og þannig að pappi var svona miklu róttækar en svona framsóknarmenn yfirleitt voru sko
og hann til dæmis sko, fór með mér og Einari Má í allar svona mótmælafundi eins og þegar Pompidou og Nixon komu þá fór hann svona, við vorum mjög stoltir að hafa með hatt og síðum frakka svona eins og KGB sko og svo rættum við svona pólitík síðustu árin sko, en aðalega var hann rosalega bóknegður og las allt bara og var voðalega hrifinn af þessum ungu skáldum Steinunni Sig og því liði öllu og Listaskáldunum vondu. Já, og líka voða hrifinn af Guðbergi sko, sem ég þótti mjög skrítið eftir á sko. En hann fylgdist rosalega vel með sko. Þetta getur líka verið að því að hann hafði mjög gaman af Súmurunum eða Sigurði Guðmundsssyni, heisáttu verkið hans var miklu uppáhaldi hjá honum og þannig að hann var svona furðulega samsettur þannig sko. En og mikill herstöðarandstæðingur og Af hvaða ástæðum? Andstöðu við heimsvaldastættu Bandaríkjanna eða af þjóðveldisástöðum? Bara á sömu ástæðum og við strákarnir sko. Bara Víetnamstríðið sérstaklega fór í döðnarónum og já, svo bara en móðir hans var líka svona ljóðelsk kona sko. Og segir í Skagfirðingabók og þannig að hann hefur haft þetta held ég frá henni sko. En Framsóknarmaður helt tryggð við sinn flokk? Já, mjög tryggur sko. Og gerði þið að Framsóknarmanni? Nei, þetta er ekki það var kvikmyndagerðin sko. Því að Villi frá Brekku, hann náttúrulega stofnaði kvikmyndasjóð og síðan ég og Finnur Ingólfs sem gerðum 12% sem var fyrsta endurgreiðslan. Það er ekki oft sem að heyrir Finnur Ingólfssyni hælt sér stjórnmálamanni. Nei, það er bara þannig sko. Ég hef verið að stríða þessari íslensku kvikmyndaakademíu svo oft á hverju þessi maður var ekki búin að fá heiðursverðlaunin af því að hann náttúrulega hóf þetta starf sko. Og það var mjög erfitt fyrir hann af því að hann var menntamálaráðherra, hann var Björn Bjarnason þá og hann iðnaðarráðherrann og Björn var á móti þessu fyrir Íslendinga. Fyrir Íslendinga? Já, vildi bara hafa bara útlendingarnir fengju endurgreitt. Já, þá hringir Finnur í mig og hann sagði ekki hafa ágjör af því, það má ekki mismuna eftir samningnum. Það var 98 minnum mig sko. Þannig að Íslendingar gátu sótt rétt sinni í gegnum ES. Já, það má ekki það var sama og við lendum í að þurfa að borga vask og uppalega var söluskattur alltaf endurgreiddur af íslensku myndum en það var sömu ástæðu að þú mátt ekki taka gefa eftir söluskatt af íslensku myndum frekar en dönskum sko. Þannig að það var eitthvað norðurlanda samningar það líka sko. Segðu frá móðinni? Já, móðin mín var svona hún var mjög mikil svona íþróttakona lærði sund í Örfirisey og mikil sjósundkona sko, tók bara það var alveg bara fullt af svona sögum aðinni í sjósundi þegar hún var búin að synda hitt og þetta Vestmannaeyja Pollinn og svona sko, þetta var svona afröksun svona út í við já, út í Drangey hún var rosalega sterk byggð kona sko, og mikil bara já, hún var þó ég svona mjög góð í öllu svona eins og tennis og hniti og eins og áður hefur komið fram en aðalega var hún svona hún var rosalega sterk og massív og samt liðug sko, þannig að hún hefði verið alveg mikið íþrótt efni að hún hefði fæðst svona setna
og hérna Hvað vildi hún verða? hún varð nú einhvers konar, fyrst var hún hérna að sjá eitthvað barnaheimili hérna í Danmörku, veiktist mjög illa og afi sendi mér þess að líkistu til Kaupmannahafnar til þess að flytja hann í heim líkið, en hún þess vegna held ég hún hefði orðið svona hraust af því að hún lifði þetta af sko. Og af því að hún var og varð 100 ára og 22 daga bara virðingu fyrir lífinu sem henni var gefið og hérna en hún var sko svona en hún var eitthvað í hjúgrun sem kom sér mjög illa fyrir okkur bræðurna því að ef við meiddust eitthvað þá held hún bara júaði á það maður fór í leikvim allur hérna í riðlítun hlegið að manni alveg máttlaust eins og skíðasleysi þá held hún bara júaði á þetta strákur og hérna hætti þessu væli löppi mér honum þreföld sko hérna, hún var svona vann hjá upp á hérna sem hvítabandi og sem hjúkrunarkona held ég sko Heldurðu, veist ekki hvað já, sko, það er myndir að hún lifði 100 ár já, hún var í hjúkrun sko þannig hún varð það sem hún vildi ég spurði nefnilega hvað vildi hún verða því að það var svo margir sem að þú er búin að kynna hérna sem að vildu verða eitthvað það er nú aðalega pabbinar sko sem vildi verða myndlistarmaður sko. Ég held að og kannski pabbiðin sá ekki fyrir sig hann er í tollari eða nei, það var hann fór í nám sko í Siglufirði sko og hérna sem var sjaldgæft sko nei, það er einmitt hann langaði að verða læknir sko og hérna en var það ekki en hann fekk náttúrulega það sem er eftir sem að verðast hjá læknum á þessu tíma hann hrefti hjúkrunarkonuna já á þess að útskrifa þurfti ekki að læra það hérna, ég spyr fólk yfirleitt sem kemur ykkar hvort það hafi verið hérna, alið upp ástúð já varstu elskaður þegar þú varst barn? Já, myndi ég segja pabbi var náttúrulega vann alveg myrkran á milli og var alltaf á vöktum sko, þannig að en svona helstu minningar eru svona stórhaldinu þegar við vorum að tefla og spila bridge og svona sko og jú, það var mikið ást á milli okkar sko og hann náttúrulega líka móðir mín var líka náttúrulega í ástandinu þannig að hún var með breskum hermanni allar ensku orðabækurnar mínar voru allar merktar þessum Pól hver var það sem var í ástandinu? Mamma og með Breta sko ekki og hérna svona já, hún var svona þessi Pól var einhvers konar kærastennar sko og hérna langa stund en hann átti að hafa farist þannig að svona ég ímyndaði mér alltaf svona að hún talaði of fallega hann við mig sko. En það var ekki mynd af honum yfir hjónarúminu? Nei, það var ekki mynd af og ekki eins og flugvél því að hann hefði færst í mig flugvél einhver vatnajökli en það svona, þetta er eitthvað álita mála því að svo er einhver aðrar upplýsingar að hann hefði verið giftur og en ég trúði alltaf hinnu af því að þau hefðu saminast Þú efast hann hafi farist Já, sko, ég trúi henni frekar heldur en öðrum og af því að hérna, af því hún talaði eitthvað að sorgin hefði hérna saminað sko. og þau mistu bæði ástina Já, svo mjög stafmikli fallegri saga allavega og þau hefur saminast með því að þau þekktu það að missa ástina þau voru alltaf samrýmd sko og
Og þau hefur náttúrulega mist ástina þegar á tímabili æfina þegar ástin eiginlega allt fyrir ungu fólki. Já, það já, þetta eru svakalegar aðstæður sem svona sérstaklega sem pabbi lendir í, sko, það er erfiðari. En þetta, þú sagði að mammaði hafði verið í ástandinu sem að hljóm var eins og svona lauslæti og eitthvað svona. Svo ferði að segja þetta, þá var hún bara ástfangin af einhverju manni sem að mögulega sveik hana en mögulega dó. Þannig að ég myndi ekki, var hún í ástandinu, myndur þú segja það? Nei, það er bara svona talið svona, nei, móðir mín var alveg sérstaklega glöð manneskja og alveg barg og hún var svona mamma hverfisins, sko. Þú veist að krakkar börðust til þess að koma fyrstir að selja merki af því að hún átti líka Macintosh-dollu til þess að gefa börnunum og kaupa merkin, sko. Þannig að hún var svona, það er alveg ólíklegasta fólk sem kemur til mín og segir ég var mikill vinur móður og sérstaklega þótti mjög fallegt að það var strákur sem var að læra einhverja viðlafræði í Kaupmannahöfn og hann sagði að ég fór alltaf í te til mömmuðinnar og laug alltaf að strákunum þegar við vorum að fara í fótbolta að ég var að gera eitthvað allt annað en þá fór ég alltaf beint til mömmuðinnar og drakk te og fekk te og döðlur og svo spjöllum við bara saman. Þá var hann svona 7-8 ára, sko. Og margir, sko, sem hafa sagt mér þetta en þetta var svona frekar leiðilegt þessar helgarhringingar þegar merkjasölu börnin voru að vekja mann upp álingsorm, sko. Varstu pappastrákur eða mömmustrákur? Ég held ég að nú meiri mömmustrákur, sko, en hvort tvekja bara. En mammaðin dönska hálfu og með tengingu við Danmörku. En ert þú með svona danska tengingu eða dói þetta bara út með mömmunni? Þessi dönsku tengsl? Já, dói út, sko. Ég hitti ömmu, sko. Ég held ég sé 4 ára, ég man alveg þegar hún dó, sko. Ég fór, hún var á elliheimilinu Grund og ég fór oft með mömmu heimsækjana og talaði Andersson dönsku við hana sem eins og í bíótugum og men maður gisp og ég man líka eftir henni áður í Suðurgötunni, sko, og bakaði svo fínar pönnukökur, sko. Og eldaði svo góðan kjúkling. Kjúklingu var nú ekki algengur þessum árum? Nei, það var það ekki, sko. Allavega ekki eins og í dag þegar kjúklingur er önnur máltíð. Já, nei, ekki eins og í dag, það er rétt. En hún var, sko, já, ég man bara eftir bara frænkunnar sem kom Pála það er eina manneskjana rætt sem ég man eftir og þá vorum við að fara með hana sínan í Ísland og ég fór með hana og leiddi hana þarna og henni fannst grætt mosi svo fallegur og hún labbaði þarna og sökk upp í mitt í einhverju svona drullu mosadý og hélt hún væri bara deyja blessunin og hún þoldi ekki íslenska náttúr eftir það, sko, vildi bara fara heim sveikana. Já, en svo frétti ég, sko, að ég ætlaði alltaf að heimsækja, ég veit ekki hvort hann er á lífi ennþá, en það er verkfræðingur sem hannaði brúnna þessum yfir til Svíþjóðar, sko, stóru. Hann er sem sagt náskyldur mömmu eða ömmu, sko. Og ég var með adress á honum og ætlaði alltaf að heimsækja hann svona til þess að en sko bróðir ömmu
hann var málari sko, þannig kynnast þau sem sagt afi og danska amma. Það er gegnum málarlistina á þessum gæja og hann hét Jóhannes Billqvist og pappans var talinn launsonur Friðriks VIII sko, ekki á Íslandi sko, heldur í Danmörku og það eina sem styrkir það er hérna að Friðriksberg slottið fyrir utan Kaupmannahöfn. Hann málaði það allar loftmyndir og þessi gæi Jóhannes Billqvist sko, og er alveg þokkalegu málari. Ég á málverk til dæmis af sem sagt langafa sem hann málar og svo er ég ljósmynd af því það sem hann er að mála föður sinn og amma situr út í horni og er að hekla, mjög fallegt verk. Það haldi allir þetta sé til Rembrandt, þannig að vanda sér sérstaklega við þetta. Herðu, hérna, ég veit, kannski er það svona, þegar maður er svona 12 ára eða eitthvað, þá fyrir maður er svona gruna að maður verði fullorðinn og maður fyrir svona að velta fyrir sér svona hvað verður mann og hvað maður fyrir að gera. Það er hérna, það er 1966, ekki, í 56. Nei, ég er 54. 54, já, það voru 66, það var rétt reyna. Hvað hérna, sveitin á sumrin, æfa helsjúkt keppniskap þitt á veturnar. Hvað sástu fyrir þér að svolítið á mörkum svona, það er tilheyrir svona þinni kynslóð, þessi svona mörk gamla tímans og margir sem ég hef talað við, til dæmis bara það að hafa heyrt sko fyrsta Bítlalagið er bara eins og einhver stórkostlega opnun, eins og bara heiminin opnast. Það verður allt í einu svona hugmyndum að það sé bara einhver önnur veröld. Allt í einu fær sko unga fólki sko sjálfstæða rödd og þeirra hlutverk er ekki bara að verða nákvæmlega eins og foreldrarnir og þannig þetta er svona breytingatími. En hvað, manstu það? Þú veit svona 12-13 ára gamalt, hvað heldur að verða úr þér? Já, ég spyr eins og gömul frænka í fermingarbúði. Já, ég svona sko, Þórleifur bróðir minn, hann var í siglingum og hann kom alltaf með nýjustu plöturnar svona 2 mánuðum áður en þær birtust í fálkonum eða hverfitónum. Þannig að ég var svolítið með forskot á tónlist og svona, hafði mikil áhrif á mig tónlist og við vinnirnir sko Örn Daniel Jónsson og Einar Már Guðmunds og Stengumur Eyfjörð sko. Við vorum svona eins og haldið í fótboltalið, þá áttu við okkar hljómsveitir sko. Og hérna þetta var líka keppni og hérna þannig að það er svona að vera ánað með sitt, standa með sinni hljómsveit. Já og þetta er kannski aðeins seinna svona 65 eitthvað svolítið sko. Þetta er þegar að Mothers og Invention koma, Freak Out platan kemur sko. Og Örn Daniel kynir okkur fyrir því það var algjör bara sprenging. Ég ætlaði sko aldrei að verða neitt tengdur kvikmyndum sko. Ég hafði alltaf huga á fornleifafræði. Ég bara, og hef ennþá, ég hef alveg svakalega áhuga á fornleifafræði því ég tel að þessi Íslandssaga sé rosalega fölsuð eða hún sé bara ekki rétt og er að meðframlega núna mynd gríska hérna heimildur það að Grikkir hafi fundið Ísland fyrir Krist sko. Og svo er byggð líka sem er 2000 ára gömul sem við höfum fundið á Íslandi og hérna þannig að það ég fekk og hef ennþá rosalega áhuga á þessu en á þessum árum þá fór ég að vinna í steinsmiðu sko, mjög S. Helgason og
og var næst í orðin steinsmöður því ég hafði mjög gaman að búa til legsteina og vinna í stein og og þetta var sko, ég var rekinn úr landsprófi fyrir Helga fannst ég var lár í einhvernum á Helgi jólaprófum Þorláksson skólastjóri. já og hann sagði, leikfimiskennarinn sagði að ég væri svo hraustur og góður í þessum íþróttum öllum að ég ætti bara að fara á síðutogara og þá maður aðeins sko, 15 líklega nei, 15 og þá fór ég og 15 ári líklega landsprófsbekkurinn og svo var það gagnfræðaskólinn var einu ári lengra. Já, ég fór og vann, ég fór bara að vinna og Þannig að þú ert ekki gagnfræðingur? Jú. Já. Og ég vildi taka það sko bara svona út á út á keppniskapi sko og því að ég lærði nú bara alltaf fyrir vorpróf sko og ég var til dæmis stúdent með 11% mætingu og það þótti ekki gott og þannig að ég hef nátt sagt þess að sögu sko ég fór hérna upp og hringdi í Sigurberg Sigsteinsson sem eini landslísmaður í 3 greinum og mikill framari og við vorum ágætis kunningjar og hann vann hjá bænum sko, verkstjóri svona hafði tengsl og já, mættu bara á Skólavörðuholt og ég mætti þar og bara 7 morguninn og það var nýstins kuldi maður og þannig ég fór og það bankaði þarna á hennar skúr sem ég átti að mæta sem var gulur og grænn eins og allir verkaskúrar á bænum voru á þessum árum og ég fór inn í andirið á iðnskólanum og hlýja mér og þá sé ég allt inn að það fyrir að rjúka upp úr þessum kofa þannig að ég hljóp alltaf alls ekki að vera á seinni og þar sé ég inni mjög feitan og mikinn mann og sá að blása upp smokka og þetta var Eggert Guðmundsson og þá sagði ég við hann þú átti eftir að leika í kvikmynd hjá mér og svo hringdi ég í hann 13 árum seinna og baði hann að leika í Skittunum og hann leikur Bubba En akkur varst að fullir á þetta fornleifafræðingurinn að hann var að leika í kvikmynda þig? Það bara kom bara í hausinn á mér Og þú síðan varstu náttúrulega að standa við þetta bara? Já. Þetta bara eins og þú ert í einhverju spurningaleik og það bara allt sem fyrsta sem kemur í hausinn, það það rétta sko. Það oft þannig. Já. Ég held meira þess að þú nefndir Helga Þorláksson, ég held að hann hafi sagt þetta í einhverjum af ræðum sínum. Hann skólastjórinn sem er þetta ekki hjá Pétri í Gunnarsinni einhvers staðar, sem skólastjórinn sem gæti lagt heilu raðirnar í yfirlið með ræðuhöldum. Jú, hann. Mér minnir að þetta sé ráð sem að hann hafi verið með einna ræðunni að þegar maður er í prófi að treysta alltaf því fyrsta sem hann dettur í hug. Já, hann var besti kall sko, hann bjóð hann í Nökkvavoginu og rétt hjá manni sko. Og en það svona ég held að hann hafi alltaf verið keppa við Hagaskóla meðalengunir og hverju myndir með hverfi sem að var eiginlega Breiðholtsins tíma eða ég veit ekki hvað að segja já, hann var mjög náttúrulega svakalegt hverfi hann var bara með fullt af slúbbertum já, fólk sem kom bara allstaðar að og svolítið svona hrátt og ómótað margt í mannlífinu já, guð minn almáttur þetta var líka alltaf svona 32 stykki í hverjum bekk sko, þetta var en svona já, það var
þetta voru ljúga minningar sko. Hvað er þú gamall þegar þú kemur í Vogahverfið? Ég er 9 ára þá. Já. Það er svolítið misjætt hvernig fólk talar það eftir eitthvað aldrið ég man eitthvað var ég að spjalla við Egil Ólafsson Vogahverfið, þá allt í einu fattar man hann svona aðeins, hann eiginlega man aðeins eldra hverfi heldur en flestir aðrir. Já, hann náttúrulega var framari líka sko, þannig að fræg saga á okkur. Ég held hreinu sko, móti Val og við komumst í eina sókn í 15 flokki sko, þegar ég var 9 ára sko, og svo er ég settur í sveitina og Egill sem er 1 ára eldri en ég og hann var settur í markið og þá skrifaði ég vinum mínum, það var náttúrulega ekki trýnt þá og skrifa hvernig ég fór í Íslandsmótinu. Þá sagði Jón Eiríksson skrifa tilbaka Egill Ólafsson fór í markið og við töpuðum 10-0. En við vorum, þá var Egill sko líka, hann spilaði á kanti sko, við eigum alveg æsku minningar saman úr Gnóðaveginum sko. Við höfum tapað einhvern tímann leik, við oft talaðum þetta, við höfum tapað illilega bara 6-0 fyrir KR eða Val eða eitthvað. Það er margar sárar minningar saman. Og Egill var svo særður sko, það blætt úr honum öllum og við fórum alveg vængbrotnir heim til hans og þá gaf móður hans okkur, og hún hefur oft talað þetta líka, rista brauð með appelsínum og þetta þótti mér mjög framandi en síðan alltaf þegar við hittum sko, þá tölum við alltaf þetta. Ég man ekki að pappans var svona eldri en hann var alltaf svona fornari. Hann var ekki málari. Hann átti svona í glímum við föður sinn svona og skrifaði um að bók held ég. Já. En segðu mér, hvað er Vogahverfið á þessu tíma? Ég hef nú sagt 8 sinnum held ég, breiðult tíma. Hvað var þetta? Því þetta fylgir svolítið fólki eftir sko. Kannski var meira fyrir einhverjum árum síðan að þetta kemur fram svolítið í svona minningum og svona þú veist, að því að við erum börn og svo erum við að verða fullorðin og svona hverfið skiptir máli í þessu og stundum finnst manni að Vogahverfið sé svona stór þáttur í þetta kynslu, svo er líka þetta kynsluðin sem að síðan verður sko fyrir í MT og að sömuleyti eins og þú talar um að Helgi hafi verið í keppni við Hagaskóla sem er náttúrulega svona fornfrægi skólinn og þannig komin eitthvað svona eins og nýjar lendur og nýtt samfélag sem að vill einhvern veginn búa til sína eigin sögu, þú veist að ekki fara í MR heldur að vera í MT og hvað er þetta? Þetta var náttúrulega svakalega eins og við erum búin að tala um þetta voru svo margir þannig að það væri bara hægt að telja upp þjóðþekkta menn alveg í tonnum sko. En náttúrulega þetta var svona leifar af þessu að kynslóðurnar væru saman. Það umgerðist svolítið sko, gerðist alveg í knattspyrnu sko. Það voru 2 grasvellir, annars var Barðavogsvöllur sem var það sem Sundabrautin er sko, og svo Útskálavöllur sem var nær því sem Nesti er sko. Það var jörð sem hétt Útskálar og þar voru tún og þar var náttúrulega bara smíðumörk og þarna mættu sko menn alveg sem voru bara landslísmenn í fótbolta eins og Elmar Gesson og Sigurbergur og Marteinn Gesson og Olli frægasti framari allra tíma og Eyjólfur Bergsson og þarna spiluðu bara kynslóðunar
ég var líklega með bara út af því að bróður minn sem var 8 árum eldri, hann tók mig með í þessa fótboltaleiki og þannig að fótbolti var svona eitt aðalatriði þarna. Síðan sko ég fannst sko götu bardagar svona eins og menn hafa verið að lýsa þessu ekki eins svona hvað ég var að segja tilkomi miklir eins og þau voru í Holtunum sko. Því þar var svona Skúlagatan voru bara villingar hérna það var meiri svona æsingur þar sko. Og Ég man ekki eftir svona bördugum í Vogahverfinu. Ég man í Vesturbænum sko. Það voru þarna og meðal annars að hérna þá var óaldaflokkurinn á meistaravöllunum þóttu vera svakalegastur, svarta svipan. Já, og svo hafa líka þeir sem eru yngri verið að tala sko gríðaleg hérna slagsmál á milli Fellahverfis og Seljakverfis sem við Breiðholti sem að voru svo svakalega að það var samkomlega að fjölmiðlum að segja ekki frá þessu. Það getur orðið stigmögnun. Já. Nei, það svona, þetta en ég svona sko þetta var svona þetta svona minningar hennar flestar úr þessu hverfi eru bara tengdar íþróttum sko, það náttúrulega var Laugardalshöll ekki komin og hérna Hálálandsbragginn var svona miðstöðin og teitsjoppan og náttúrulega skelfilegt að kalla menntaskólan við Sund, ekki menntaskólan við teitsjoppu, því að þá maður eitthvað samsána sig við þetta, því að MT hefði haldist og kalla þetta menntaskólan við Sund, þetta langt frá Sundunum og þetta eitt mest í skandal sem ég hef upplifað sko. Og hérna og þetta var teitsjoppa var félagsmiðstöð. Hún var félagsmiðstöð og ekki bara sko krakkana í hverfinu heldur líka bara fólk sem var að koma á kappleiki og svoleiðis já og bara leikmennirnir líka þeir fengu sér puls og kók eftir leiki og svona þessar frægu kempur sko, og hérna og þetta var svona bara mjög skemmtilegur sko að því að ég man bara eftir Laugardalshöllinni sko fyrst 68 sko þegar stóri skjálftinn reið yfir í Reykjavík þá vorum við að gera arbeigur og þá voru allur árgangurinn strákana í bara einum tíma sko og við vorum að gera arbeigur og við höfum verið þarna svona 120 strákar gera arbeigur þegar að gólfið kemur bara í bylgjum og við horfum á þetta og svo missuðu hendurnar og neglum svo enninu niður þannig heill árgangur var bara með hérna marblett á enninu og hérna svo náttúrulega verður þetta leikfimishúsið Vogaskóla Laugardalshöllin sko þannig að og keppnisvöllur í handboltanum og karfunni þannig að það svona þetta svona íþróttirnar svona sem ég mest man eftir og það æfðu allir íþróttir sko. Bubbi Mort var til dæmis í IR í handbolta og Einar Kára var þar líka sko þó að hann væri úr Álftamýrinni sko eða þaðan sko og bara mjög létt að vinna þá alltaf en hérna það bara, þarna voru alveg þetta umhverfist eiginlega allt íþróttir. Það ræðum aðeins þetta keppnisskap því að það kemur hérna þú ert hérna búin að í nokkrum tilfellum búin að vera að nudda mönnum upp úr því að hafa tapað fyrir þér fyrir svona 50-60 árum. Já. Hvað er þetta eiginlega? Það er, eins og ég sagði það er saga þarna og það er punchline og það er það eru sko frægi sko það eru nokkri svona skemmtilegi leikir sko eins og ég spilaði ekki körfubolta nema bara á lóðinni hérna á Vogaskólanum og
og þá Óskar Jakobsson kúluvarpari og spjótkastari hann spilaði með Ármanni og bað okkur að Gwent Sveins og mig að koma því hann þoldi ekki KR og ef við myndum vinna KR-ingan þá verði IR Íslandsmeistari, ég held að það veri í 4. flokk eitthvað svolítið, þriðja og við vorum alveg til í það við Gwendur og svo þau við bróðir Sigga Sveins og Einar Sveinssonar og Svenna Sveins já. Markvaldur Íslandsmeistari með mér í handbolta og og einn besti handboltaður sem við höfum átt sko. Það bara, hann ekki alltaf að grópa sig sko. hann var svakalega góður og og svo fórum við í Hálavallarsbrakkan að spila við KR og það jafnt á öllu þegar einhverjar 7 sekúndur eftir og þá húkka í boltan og reka hann upp og ætla bara að setja rólega niður þá kemur þjálfari KR og skellir mér í gólfið og hann rekinn úr húsinu og kom af bekknum bara hlaupað inn á bekknum já og Gwendur tekur kastar á mig og miðju og ég tók húkskott frá miðju og beint onni og ég var Íslandsmeistari og þetta var náttúrulega orðin góð saga og þessuna allir þessi káringar urðu svo með mér þegar við stofnuðum Árvakur í fótbolta Árni Guðmunds til dæmis og Ási sem dáinn og fleiri káringar sem framkvæmdastjóri Gildis sá Árni Guðmunds sonur hans með Blikana og svona sögur lifðu bara því að svo alltaf þegar verið að segja þessa sögu og ég á alltaf að vera að ljúga þessu og þá kemur alltaf ég var þarna það var ekki hægt að kenna okkur nema að skjóta með húkskoti eftir þetta þannig að það var svona já, ef það var saga í því þá létið það lifa sko. En ég gat ekkert í þessari íþróttu sko. Í körfubolta? Já, engu bara ég hafði bara svo gaman að þessu og hef ennþá og Herðu, en svo nefndir Víetnamstríðið og mótmæli. Þetta líka tímabil þar sem að verður svona vakning meðal ungs fólks í heiminum, pólitísk vakning. Svipað og menn að tala að segja að gera þetta í dag út af Gaza. Það við séum kannski að fá sambarilega kynnslóð upp sem eru núna í mótmælum í bandarískum háskólum og sem að breiða sig út. Það tilfinning fyrir því að, hvað myndi að heita, lögmæti stjórnvalda hafi fallið og fólk rís upp og hafnar því sem er verið í boði. Það var þarna í gangi. Það kemur pólitík. Að þið veru með íþróttadrengin, sagnamannin úr sveitinni, en það kemur pólitík þarna og hristir upp í þér og það kemur líka list. Já, ég minna Af hverju varstu ekki bara steinsmiður og fornleifafræðingur og íþróttafanatíkar? Jú, ég kemur náttúrulega líka Sauðgötu 7 þá skipulegði ég til dæmis myndlistasýning á Kjarvalsstöðum fyrir herstöðanstæðinga og svo Tolli Mort og það sem að seinna svona 82-3 þegar fríðarhreyfingin þá skrifaði ég Henrik Böll sem var þá svona fremstur í flokki í evrópsku fríðarhreyfingunni og baði hann að koma á samkomu sem skipulögðum í Laugardalsvöll minni mig en Tolli var svona primus motor í að skipuleggja það. Þetta seinna, 82. 82, já. En ekki svona, þegar þú ert í MT og svona, það svona mikil pólitík og... Jú, það svona, þessi kennara sem voru þar voru allir svona, það þessi 68 kynslóðum sem nýkomin heim úr námi, þessi eldri hlutennar, menn sem voru
bara eins og Sverrir Hólmason og Einar Óli Einars og sonur Einars Olgessonar og svona og Þór Vigfús og þetta allt svona bara alveg opbóðslega skemmtilegir menn og góðir kennarar og fræðandi og ekkert að predikar einhverja vinstri slagsíðu heldur bara svona benda manni á alls konar hluti og já, maður bara rosalega þakkláttur að hafa farið í MT sko. Og þetta var svona já, þetta var svona kannski ekki svona, maður lærði ekki kannski en svona, það var bara svo skemmtilegt og svo var svona flottir kennarar eins og Halldór Vilhjálmsson sem nýlátin og það var svona hann var skemmtilegur maður og með sérstakann húmor og var kallaður Hitler í MR sko hann kendi þar líka og væri svona í dag kallaður svona einelti spúki en svona hann gerði mikið svona greinarmun á fólki og Kampaði sumum og hrakirti aðra já og gatt brotið fólk niður sko en þetta var bara hans húmor og og ég deildi þessum húmor með honum alveg sko og þegar ég var að fara í ríkið fyrir stelpunnar í bekknum og þá vissi hann að ég var að fara í ríkið og þetta var á laugardagsmorgni og þá vissi hann að ég var að koma og ég hefði fengið leyfi hjá honum til þess að fara hann vissi alveg hvað ég var að gera sko. Og þá var hann búin að skipuleggja svona skemmtadrið fyrir mig þegar ég kæmi og svo banka ég á hurðina og þá lætur hann þær byrja að syngja Kannst du flæfin Jóhann og svo þegar ég kem inn þá eru alla stelpunar að flauta Kannst du flæfin Jóhann og svo flautar og þetta þóttu okkur tveimur alveg rosalega fyndið og það var svona já, þetta var svo áttan til að fara alveg í fólk sko, eins og það var einhver stúlka frá Akureyri fyrsta tíma bara alveg fyrsta þýsku tíma og þá lætur hann að lesa og þýsku og og stoppar hann og segir lesið þið þýsku svona á Akureyri og stúlkan segir já og lætur hann að lesa þá á íslensku einhvern formála af þýskri málfræði eftir Baldur og hún les það og þá sagði lesið þið íslensku svona á Akureyri og hún segir já þetta er ekki lestur sagði. Svo mætti stúlkan ekkert svo fóru við strákarnir bekknum fóku prímapulsur sem voru þarna inn í skoti hjá Nýja Bíó þá var stúlkan farin að vinna þar og hætti í MT þannig hann gat verið ansi grimmur sko. Það var náttúrulega grimmt í samfélagum kannski er það ennþá núna já, það var einelti og já, en þetta er ekki svona held ég frá kennurum sko, anskotin þetta er bara svona batsins tíma sko. Herðu, það er pólitíki, þú verður þetta er svona, kemur þarna inn í það er svona seinni hluta bylgjunnar á svona, vilda vinstrið og svona já, allir þessi vinir mínir voru trotskistar sko, í fylkingunni og þú frá svona maður? Nei, ég var svona fylgdist með og svona og keypti neista og svona fylkingi var skemmtilegri heldur en máistannir, eða ekki? Jú, skemmtilegri partíin? Hitt var eins og Kristibóð eitthvað sko, það var Hjálmtýr og það leið sko, Ari Trausti og þetta var nei og þarna var Róska og
Birna Þórðar og svona þetta voru nú allt kunningjar bara kringum ég held ég nú aldrei verið skráður í fylkinguna en kannski áskrifandi á Neista það eitthvað svoleið sko en ég var alltaf bara vinstri sinnaður En þú kemur að Fjallakettinum eða ekki? Jú, það var sko Hvað er það? 77 eða 76 eða? Nei, það er fyrst það er fyrst 74, sko fyrst er það fyrst þá er ég komið með mikinn kvikmynda áhuga líklega á fyrsta ári í MT og þá er kvikmyndaklúbbur Menntaskólana og þá tók ég rosalega skurk og það urðu eiginlega bara allir MT-ingar félagar sko, og hann fór upp í 700 manns sko, klúbburinn sem var bara eins og MR-klúbburinn var bara 100 manns eða 120 það mest létt sko. Kvikmyndaklúbbur MR sko, og svo settum við Vestlóin líka og þá stækkaði klúbburinn vel og svo Elling Ólafsson og Gylfi Kristins og Össur og Ingibjörg voru þá við völd í háskólanum og þannig fengum við gegnum það fengum við Tjarnarbíó sko, sem breytti þessu í að verða sko ekki klukkan 10 á laugardagsmorgnum sem enginn endi að horfa á svona myndir og Var svona næstu í bíó? Já, hvað voru margar sýningar hana? Það voru 3 á sunnudögum og 1 á laugardegi og 1 á fimmtudegi sko. Og þannig að 5 sýningar og þarna var náttúrulega aðalvinnan var að bara skrifast á þetta fólk og fá þessa myndir og þá voru það sendar með filmu og það þurfti að þetta allt í flugfrakt og alltaf að fara með þetta líka tilbaka og svo eða klikkaði sko þá þurftum maður að finna einhvers staðar æta mynd ég fann til dæmis í útigeymslu í Laugarósby og einhverja besta mynd eða uppáhaldsmynd mína Ásátt í slökkviliðsmannana eftir Milos Forman indisleg mynd frá 64 og maður slapp svona og svo fór maður upp í menningarstofnun Bandaríkjanna sem var hérna vestur í bæ en líka gramsaði í rússneska sendiráðinu sem þeir voru með bílskur hérna, sem er núna svona móttakan hjá rússunum og hafa bara fullur af kvikmyndum alveg bara ég veit ekki hvað að veri marga myndir þetta. Ég var daginn var ég rifjaðist upp fyrir mér ég man ekki út af hverju það rifjaðist upp fyrir mér ein sýning í Fjallakettinum þegar bilaði í vélinn það var það mynd eftir Robert Bresson já, ég man eftir þessu og það var fyrst Lampinn fór þannig að hún byrjaði ágætlega en síðan var hún alltaf dekkri og svo mikið talaði henni af svona frakkar að tala mikilli tilvistar angist en á endanum þá þetta bara svona ljósskuggar og svo þetta mikla franska talundir en ég satt þetta á enda þetta eiginlega eftirminnilegasta kvikmyndasýning sem ég verið á því að maður satt uppi að því að eitthvað gerist alltaf í hausnum á árundunum en við sátum hann það eftir og urðum eiginlega bara að búa til myndina sjálf ég hugsa að Bresson hafi verið mjög ánægður með þessa sýningu sko. Og ég fór og var að reyna að rifja hann upp og fann nú hvaða mynd þetta var og það var kirkjugarðsennan var sérstaklega dökk hún var alveg maður vissi ekki hvað var að gerast það var eitthvað stórkostlegt en ég fór og skoðaði á tímarit.is þar sem að verið að kynna vetrardagskránna þetta ár mér minnir þetta hafi verið 77 þetta ár eða 78, ég man ekki 77 líka og mér kom að óvart sko hvað var mikið af myndum hana þetta var svona arthouse bíó Já, guð minn almáttugur, þetta var bara stórkostlegt, sko. Það var líka, sko, það var líka upp í
þetta var bara of mikið sko. Já. Of mikið í merkingunni. Já, bara fólk hafði engan tíma í þetta allt sko og ekki áhuga heldur. Og svo var náttúrulega fólki bannað að fara þarna af því að fólk kom kvefað með lúnabólgu af því að það lag helviti spíóið sko. Já. En þetta var alveg ekta þegar við sýndum Stalker sko. Þá lag bíóið það var bara algjörlega eins og smell og rama sko. Já. Svo voru bekkirnir harðir. Já, niður í sko. Já. En ekki uppi, það var fín sæti uppi. Þetta var... Og alltaf eitthvað vesen með sýningavélina, hún var ekki alltaf góð sko. Það var eitthvað svona... Já, það var tvær sko. Þetta voru ekki bestu myndgæði. Jú, það var... Já, sko, lamparnir fóru svolítið og... Sem er verra. Já, það var bara léleg þjónusta. Það voru Bell & Howell vélar sko. Já. Það var hann Úlfar, hann sá sem... Hann tók líka upp hljóðið á alþingismönnum. Sveinbjörnsson, minnir mig hann hafa heitið. Þeir voru með Bell & Howell umboði og þeir voru svolítið svona klikkuðu stundum á að panta þessa lampa sko. Við áttum alveg nógan pening, það var ekki það sko en maður fyrirger honum, hann veit eitt stærsta lag sem hefur veist á Íslandi, hann upp í Austurveri, þessi Úlfar sko. Og Er þetta of mikið segirðu, er það hvað er það? Akkur... Já sko, bara má ekki ofbjóða. Þú gerði það? Ég gerði það, já. Aftur það til að fara aðeins og langt? Já, ég fór offossi þarna, ég held það. En... Hvernig endaði Fjarðargöturinn? Hann endaði að... Það voru eitthvað svona 5-6 árið, ekki? Hvað var það langur tími? Meira, sko. Já. Og þú hefur verið farin eitthvað bara þarna, þetta hélt eitthvað áfram eftir að þú hættir? Já, 2 ár held ég, 3 ár. Bjarni Sig, vinnuðinn, ég held að hann hafi verið í þessu síðast, sko. Ég held að þeir hafi kannski, sko, þá var þetta orðið 10.000 manns. Þetta var bara opið fyrir alla, sko, sem borguðu skólagjöld. Og þá held ég að þeir hafi klikkað á að vera með arti myndir af því að þegar þú varst komið með þetta þá máttur bara vera með þú veist, amerískar myndir með eins og Catch-22 og þetta myndir svona og blanda svona af því að fólk kom aðna sem hafði ekkert vita á neinu og var fyrir vonbrigðum sko og ég man eftir sko að þeir ég man bara eftir að Slöndorf-myndin eftir Prást sko, hjúkrunarkonan hjúkrunum það er alveg hundleiðileg mynd Það er ógeðslega merkileg. Já, en ég þorði ekki að labba út af því að ég satt alltaf í dyrunum og fólk þorði ekki að labba út af því að það fekk svo illt augnar á því að labbaði út sko. En það var sko, svo kom þarna nýja bylgjan sko, þá var þetta mjög létt sko, þá var allir svo ánæðir sko, eins og með Hertz og Wim Wenders og þetta tótt sko en sko þetta gekk út á að blanda þessu sko eins og Bíóparadís gerir, það er með singalong sýningar á innanum og pólskar vinsararmyndir og reynir að hafa svona það var bara fjölbreytni sko að því er ekki bara að vera með talibana kultúr sko Herðu, svo ferðu þú að gera myndir hvað kom ekki með fyrst þannig að Hringurinn eða Njála eða fyrst í MT sko Nóminas und odiosa sem var líka svona statement nöfn eru hvimlið á latínu eða óþörf og svo kemur bara Eldsmiðurinn og Rocky Reykjavík En hvað er þarna Njála og Hringurinn í þessu? Er það eftir það? Njála fyrir Njála Hvar var Njála sýnd?
Ég man ekki alveg hvar Hún ég sá. var í Háskólabíó. Já, en ég meina Hringur var líka Háskólabíó. Já, hún er 84, sko. Ég var rosa heppinn þegar ég sá Hringinn, sko, af því að fyrir fram að mig voru mótorhjólagaurar Já, og þeim fannst hún æðisleg og svo satt ég bara beint fyrir aftan það og það var svona leðurlykt og svo svona þeir voru svo ánæðir, sko. Þeir höfðu verið þarna og keyrt þarna og töluðu mikið saman undir myndinni. Það var frábær sýning að fara Hringinn með þeim. já, svo var dóttir Bjarnar frá Vogi, Sigríður Bjarnadóttir, hún þakkaði mér sérstaklega fyrir að því að hún hélt og myndi ekki lifa það að koma á Austfirði. Fannst þeir fallegir. Þannig að, já, hún er náttúrulega, hún hefur verið endurgerð á Þjóðverjum, sko. Og náttúrulega, hefði átt að gera þetta aftur í COVID-inu þegar enginn var á veginum, sko. En Jóhann tónskáld heitinn, hann vildi ég gerði þetta aftur og fengi svo 10 tónskáld til þess að gera tónlist við þetta. Ólíkar, þannig að Ólíkar, já. Þú getur sýningar. valið tónlistina. Já, kannski fyrir þá sem að er að hlusta og veit ekki hvað þetta er að þá er þetta bara kamera sem er sett framan á hút á bíl og svo er hringur í kerður og þetta, hvað tók þetta langa tíma? 70 mínútur? Minna það? Já, 80, þetta er reiknað út á hljóðhraða, sko. En já, svo er Kúrika Norðursins á sama tíma, sko. Og svo er bara skitturnar 87. Já. Og þá kemur það áttu komin út úr heimildamyndunum. Akkur er þetta með svona heimildamindir að þau áttur í gefn á hinnu eða? Nei, það var bara Þetta er náttúrulega tvískipt, sko. Rokkir Reykjavík og Kúrika Norðursins er svona sömuleyti hefðbundnari heimildamyndir. Hitt er svona konceptverk eins og var verið að sýna þarna í já, ég gerði sko hringvegin, hringleið sem var númer 22 vinstri og hægri hringleið, þessi strætóar. Þá hafði ég Bjarnar Þórarins í miðjunni, eða semst í mynd, sko. Og þetta kom út af því, sko. Og já, en það var fullt af þessum 8 mm myndum gert, sko, sem ég veit ekkert hvað er í dag, sko. Jú, ég ætlaði ítalskan kvikmyndaskóla, ég sendi fullt af því út, sko. Það fékkst ekki inni? Nei, sko. Þú er aldrei lagt þetta það? Nei, sko, ég fóð með síðustu peninga mína upp í flugfrakt og að senda alveg stóran kassa og man ekki hvað þetta var mörg kíló, sko. Tímarit í svart á hvítu og allt þetta dót og og fullt af myndum, 8 mm og eitthvað 16 líka og svo hringir flugfrætt í mig og segir hvort ég vilji borga endursendingu og og ég bara átti enga peninga fyrir þessu, þannig að þetta fór á uppboð í Róm og svo fór ég í heimsókn í skólan og hitti skólastjóran og spurði okkur þetta hefði aldrei verið náð við þetta. Hann vissi ekkert um það og svo er ég í einhverjum panel fyrir Evrópsku kvikmyndaakademíuna og þar er komin nýr skólastjóri sem var svona kona og ég spyr hann aftur eða þessa konu sem var þá orðin skólastjóri. Þá segir hann, já, við fáum svo mikið frá fyrrverandi nýlendum okkar. Þetta hefur örugglega verið flokka sem nýlenda Ísland og við náum aldrei neitt frá nýlendunum. Þannig að það var ekki sótt. Já. Og þarna fór ungi Friðrik forgörðum. Já, þarna fór bara mér leist svo vel á ítalska kvikmyndagerð og ég hefði passað vel inn í þetta, sko.
alltaf með Ítalíu dellu sko. Svo margir leikstörar sem voru upp á aldi hjá mér á þessum tíma. Eins og? Olmi og Fellini náttúrulega og Pasolini og það var bara endalaust. Svo var náttúrulega þessi vinsæla mynd sem gamanmynd Il Soldi Ignoti og þú manst kannski eftir henni svarkvítri þegar þú voru að brjótast inn í banka. Já. Hún var ógeðslega fyndin og fór í eitthvað vitlaust svona rímar svolítið við drengina sem í Kópavogi núna. Er það því að við erum að tala um gamlan tíma og svo svona straumkvörf og eitthvað svona, að segjum bara 7. áratugurinn, þá það er nýbúið franskt vor og það er eilíft sumar á Ítalíu í kvikmyndinni og það er stutt í vor í Þýskalandi og eitthvað fleira og svona mikið að gera, mikið að vera og svona, en í dag að þá kannski menningin okkar bara að renna svolítið saman og það eins og hún sé það ekki alveg. Nú náttúrulega búið að rísa upp mikil bylgja í Suður Kóreu og víðar, en svona í þessum Vesturlöndum okkar þá þetta allt orðið svona keimlíkara sko, er það ekki? Jú, svo það líka sko að þetta breytist svona með þessum streymisveitum semst að ég held að til dæmis það miklu verra fólk sem fæst að fara í dómnefndir og slíkt og að velja myndir. Það bara, það verðist vera bara einhverjir svona bírókratar sem eru konur í það og þú veist, eins og frakkar og belgar, þeir notið þetta allt í pólitískum tilgangi og þjóðverja. Þú veist, maður verður svo hissa að þessar, þú veist, íslensku myndir sem eru alveg mjög frambærilegar, að það komast ekki í keppni, svo bara sér maður eitthvað drasl frá Japan eða Suður-Kóreu og það er bara út af því að þetta er bara gert af stjórnmálamannum, sko, einhver menningar samskipti, sko. Og allt viktað út frá einhverjum svona fyrirfram ákveðnum skölum. Sérstaklega þessi frönsku talandi lönd eins og Belgía og Frakkland, sko, þeir notið þetta mikið, sko, og svona en á sama tíma Óskarinn að verða svona meðfærilegri sko, eða semst það miklu flottari myndir að komast þar að sko. Og einu sinni var það erlend mynd eða sem að vann eða ekki? Já, það var bara það er bara það er svona eins og þegar að Netflix fer að framleiða sko út allan heim sko, þá það var eins og opnist einhverja dyr þarna sko. Og líka þetta var farið út í svona vitleysu, það var bara gyðingamafían gegn ítölsku mafíunni og svo þegar ítalska mafían dettur upp fyrir með Weinstein dómnum þá engin sem dreifur þessu myndum sko nema bara streymisveitunar Netflix og það er samt svona einhver fyrirtæki sem að rísa upp eins og hvað A24 eða eitthvað. Já, þeir eru að framleiða sko. Já, þeir eru að framleiða, eins og Miramax var. Þannig að það kemur alltaf eitthvað svona. Já, en ekki sko ekki með ekki eins mikla einokun og frekju sko eins og Miramax sko, þeir réðu þessu bara sko. Og svo byrjar Spielberg að fikta í þeim sko og þessi gyðingamafía sko og þetta byrjar eiginlega svolítið 91 þegar við erum þarna sko og þá sko framleiðandi Woody Allen sko, kona gyðingur hún byrjar að hræra í akademíunni sko, og segja að þetta sé bara della hvernig þetta er skipulagt af því að þá er þetta bara 500 manns sem þurfa að sjá allar þessar 5 myndir og sanna það og þá var alltaf sagt að
að sko þetta væri gamalt fólk að velja myndirnar sko, eða atvinnulaust og það var bara út af því að Miramax borgaði $200,000 og þá voru þeir öryggir með Óskarinn og svo skiptist bara hitt þessi 300 á milli 4 mynda sko. og jafnvel sumir kussu, þetta var oft fína myndir sem Miramax var með líka, ekki það en til dæmis í okkar tilfelli var þetta bara mjög slöpp mynd sem vann, þessi ítalska og hérna og allir sögðu bara Zhang Yimou sem fekk ekki að fara árið áður út af stjórnmálaskoðunum fekk að fara núna og aftur og þá héldu allir að hann væri bara taka þetta, það væri engin keppni neinið þá að Miramax búin að fylla við þetta og hérna og Berlusconi borgaði líklega og sko því að Miramax bauð í börn náttúrunar sko en Jimmy Stark og einu minn hann sagði þeir ætla bara að skúfa þig en og ég sagði nei eða við sagði nei og við á þetta var reynda kona sem kom með þetta tilboð í Berlín og hérna þannig að þetta er allt svona betra kringum Óskarinn í dag sko, heldur en það var sko. Því að ef það er einhverja myndir sem fá ekki brautargengi sko, þá er einhver svona 5 manna nefnd sem getur komið 2 að sko sem eru kannski bestu myndirnar sem En bíóið Hollywood er náttúrulega ekki í góðu standi dælir út ofurhetju myndum svo að held ég sé öllum sér ljóst að tímabil er eiginlega búið eða ekki Jú en einhvern veginn Hollywood getur ekki endurnýjað sig Nei, þá skortir bara sögur til að segja það er bara málið held ég og nei, svo líka bara eru þessi dreifingar eins og Paramount sem að rísa fyrirtæki það er bara lamað í dag og hérna COVID fór náttúrulega mjög illa og svo þessi verkvall og ná það sko, þannig að þetta eru og þeir eru ekki byrjaðar að jafna sig en samt er aðsóknin að fara upp þetta er allt svolítið Svo horfir fólk endalust á svona einhverja seríur í streymisveitum Já Þannig að kveikmyndaformið hefur breyst yfir í svona framhaldssögu þessi, það sem að kveikmyndin vill helst vera ég segi ekki 90 mínútur, kannski svona 105 mínútur svo kemur svona viljaður tegjast það sem mikið en svona formið á kvikmyndi er eitthvað þar en núna eru þessar seríur sem þá er náttúrulega bara allt annar frásagnamáti ég Woody Allen Time var sko 82 mínútur það er bara voða fínt og það er alveg rétt sko seríurnar eru bara búin að taka yfir fjármagni og það er sérstaklega á við Evrópu. Það breytist algjörlega sko hvers konar sögur eru sagðar í seríu heldur en í kvikmynd sko. Já, það er rétt. Já, þú ert að tegja. Þú ert eiginlega bara allan tíman að tegja söguna. Lopan, já. Og maður er stundum undir þessu, það síður á manni stundum, hvað sögumadurinn ætlar að það eru takmark fyrir hvað sögumadurinn getur spilað með trúnaðinn sem að hlustandinn gefur honum, sko. Já, nei, það er alveg rétt hjá þér og þess vegna er allt í lagi að missa út einn og einn þátt og það gerist ekki neitt. Það var sko pay-per-view var sænska sjónvarpið var með sko og ef þú mistir af sko þá þurftur að kaupa þáttinn ekki sko, hann var ekki núna eins og á sarpnum hjá RÚV heldur þurftur að kaupa og þeir græddu rosalega á því á tímabili sko, sænska sjónvarpið sko. Og að því þá botnaði ekki neitt í neinu hvað hefði gerst og þá neyddust þau til að kaupa en núna er þetta sko, þá voru flesta seríunar bara 4 þættir klukkutímar sko.
Núna er þetta orðin 12 og það munar ekkert að sleppa 2-3, það gerst ekki neitt. Herðu, við talaðum æskunniðina og fólkið þitt og hverfið þitt og við stoppuðum hann að þeirra týndist umsókniðin í Íslenska kvikmyndaskólann. Það sem að síðan kemur held ég að sé nú bara saga sem að fólk þekkir. Það, það tók stóru myndindaðinnar og það allt saman. Það mér langar að spyrja, áttu eftir að gera eina bíómynd eða tvær? Já. Er þetta ekki svona eins og sagt arkitektur, er þetta ekki að sömuleyti svona oldmenn sport að gera kvikmyndir? Jú. Það eru margir kvikmyndarekstur sem að hafa verið að gera kvikmyndir bara á mjög háum aldri. Jú, Bíbí sagði það við mig, í þessari lækningaferð þarna. Þá sá hún að ég gerði síðustu myndina 82 ára eða 92, ég man það ekki. Sem eftir 2 ára eða eitthvað? Já, handaði hornið. Handaði hornið. Já, ég var 70 rúla eftir næstu viku. En þá komið kannski að því að vera frá litlu málsvæði. Það er náttúrulega erfiðara fyrir íslenska kvikmyndarekstur að fá tækifæri raunverulega til þess að gera myndir. Það eru margir sem mennta síðus og gera myndir og svo verður að Hilmar var að vera velur hann fyrir mynd. Hvað var nátt síðan hann hefði gert mynd? Jú, það er bara 20 ára eitthvað. Óttastu þetta að þú fáir ekki tækifæri til þess að gera myndina? Jú, við erum að skrifa Einar Kára og 2 handrit allavega og ég held að það fjármagnast alveg mjög vel, það er ekki málið. Það er meira svona það er nú meira bara þunglindið í manni, þetta er svona þér? Já, svona til þess að rífa sig upp, raskatinn og fara í þetta, þetta er svona maður bara svona veltir þessu áfram, og ég er ekkert að passa upp á það, eða maður er ekkert að fatta, maður sé eitthvað að eldast, maður finnur það ekkert, þannig að En samt ertu eldast og samt, þú kallar þetta þunglindi? Já, ég held að það sé ekkert annað. Þú fattar ekki að þetta eldast en þú fyrir að líta yfir síðustu 2 ár að þá Friðrik hann sem við skildum við, sem var með galleríin og og fjallakottin. Honum hefur fundist þetta að vera litlar eftirtekjur síðustu 2 ár. Já, það segja það? Já, þetta er bara síðustu 4 ár, það er bara búið að lítið gerst, Á hverju? Já, það er svona það er bara svona aðstæður sem hafa orðið til þess að maður ekki klárað myndir og svona sem maður hefur byrjað á og svo bara núna þarf að bretta upp ermarnar og klára þetta og þá held ég að þessar 2 myndir verði kláraðar á næstu 4 árum. Af því að það er svona því að heilsan er fín, þannig að það er. En hvað er þetta? Sumir, það var svona vél, öfluga vél, þú varst með svoleiðis, gast gert alla hluti. Já, ég var náttúrulega með bara frábært starfsfólk og ég það er mikið keppniskap og svona svolítið öfluga vél, gast gert alls konar hluti. Já. Svo hægist á henni og þá fattar þú ekki hvernig þú átt Hvað var að gera þegar vélum keyrir mann ekki bara áfram? Jú, þetta er svona þegar þú missir hús og svona þá svona ekki það að maður sé eitthvað að vorkenna sér eða neitt svoleiðis, heldur bara það svona hellist yfir manni eitthvað svona þunglindi út af því og þannig að en svo er ekki bara að drífa mig upp úr því, þannig að það er ekkert vandamál, þannig að ég lít nú björtum augum á framtíðina og ég það bara drífi ég að klára það sem er óklárað og það klárast allt bara á næstu mánuðum. Þannig að þið erum að tala um svona list sem svona gamalmanns list eins og svolítið í kvikmyndum. Það er eitthvað við kvikmyndir að það eru margir leikstjórar sem hafa náði að gera eitthvað svona verk á efri árum sem eru ólíkt því sem eru gerðu áður
og mörguleiti það líka bara ferli listamannsins að þeir listamenn verða góðir sem að ná að svona einhvern veginn að endurskapa sig á hverju æviskeiði. Við getum tínt örgulega til marga þar sem að þetta sést. Getur það verið að hvað myndir sem þú ætlar að fara að gera, væri þær öðruvísi myndir heldur en að Friðrik 30 eða 40 hefði gert? Önnur mjög öðruvísi, já, já, þetta eru 2 myndir svo á ég fullt af handritum, sko, sem eru aðeins svona dýrarmyndir sem erfiðar en þessar að fjármagna. En ég meina menn eins og sá sem leikur Avan á Köldum klaka, Japanin, það er Senshi Suzuki, hann gerði síðustu myndina sína 92 ára, sko, og það var bara frábær mynd, og þannig að það er ekkert, sko, ég held að aldur skipti engum máli í þessu, því að þetta er svona, ef þú ert komið með gott handrit og veist hvaða leikar þú vilt í þetta, þá sérðu myndina fyrir þér og restin er bara leið og bara á fyrsta tökudegi þá bara byrjar þetta að rúlla eins og smurð vel, sko, og þetta er ekki erfitt, sko, þetta er bara auðvelt vinna, þetta er sko nema þú sért út í kulda og trekk svona eins og True Detective eitthvað svona, það er náttúrulega alltaf erfitt, sko. Og skilar ekki alltaf góðum árangreilur? Nei, það er ekki út af kuldunum, sko. Það er yfirleitt bara handritin sem klikka og það eru mjög fáar myndir sem leggja á stað með gott handrit sem enda ekki á góðum stað, sko. Þetta er mikið svona mikið bara já, þetta er orðið svo rútineruð vinna, sko, nema úr sért að ætlar að sprengja eitthvað og gera eitthvað allt öðruvísi sem þú hefur gert, sko. Kannski önnur þessara mynda er kannski svoleiðis og verður erfiðari. Hún er líka tekin í 7 löndum eða ágerast þar í 7 löndum, þannig að en að því leyti er hún auðveldari í fjármögnun, sko. Já, hún er skrifuð til þess að fjármagnast. Nei, þetta er bara saga sem ég heyrði 1980, þetta er sönn saga sem ég heyrði 1980. Hvað? Ég verð ekki að tala um það. Má ekki tala um það? Jú, þetta er pólskan mann sem lendur í Gulaginu og endar svo í Íslandi. En þú ert að gera heimildarmyndir? Já, ég hef mjög gaman að því, sko, en ég er að framleiða líka, eða meðframleiða líka og sko þetta er svona líka bara spurning hvort maður eigi að opna fyrir stærra batteri, sko, þá hvort að þú veist, stækka fyrirtæki og það er bara spurning. Tappa hennar íbúð? Já, það er líð. Hún er svo lítil núna. Þannig að það er allt í lagi. En það er svona, sko, þú verður að hafa svona mörg járn í eldin með þú ætlar að lifa þetta af í dag, sko. En að sömuleyti komið sér niðurskurður illa við og það er svona sérstaklega í heimildamyndunum þeir segjast bara vera búnir með þann penning sjóðurinn og ég hafði ætlað að fara sem framleiðandi tökur á 3 svona heimildamyndum sem eru samt vel fjármagnaðar erlendis, sko, þannig að þetta er svona það vantar bara framleiði frá Kvikmyndasjóði. Já. Og það er skrítið að það sé verið að draga það saman á sama tíma verið að auka raunverulega endurkristuna til svona alþjóðlega kvikmyndaframleiðslu? Já, það er svona, en sko, það er bara, sko, endurkristlan er bara tekju, það er bara ríkissjóðurinn á að hugsa þetta bara eins og við finnur gerðum, þetta er bara tekjur en ekki útgjöld, sko. Það er til dæmis sjóðurinn, má ekki hugsa það eins?
Jú, það er það sama og nema það það sem kemur hér inn sko með þessum erlendu verkefnum, það kemur rosalega kunnátta og núna eru nokkur nokkrar áhafnir til í landinu. Já, sem við geta gert bara myndir á heimsmæli hverða eins og var sagt í gamla daga. Já. Og það er ekki bilar hljóði lengur í íslensku myndum. Nei, þökk sér Kjartani Kjartansinni. Já. Herðu, Friðrik, ég veit að Bíbí hefur rétt fyrir sér og við höfum eftir að sjá 1, 2 eða 3 myndir frá þér. Já, þú rífurðu upp úr þunglindinu? Ég verð að gera það, sko. Þetta er bara sjálfskaparvíti, sko. Þetta er ekki neinum öðrum að kenna en maður sjálfu. Já. Herðu, takk fyrir að koma hingað að Rauða borðinu. Já, mín var ánæginn. Takk. Herðu, þetta er Helgi spjallið þessu sinni. Ég þakka hlustendum og áhorfendum sem að stöndruðu við. Bendi á að framundan er helgardagskrá samstöðunar. Meðal annars verður hér á morgun sunnudegi klukkan 12:40 þátturinn Synir Egils, þar sem að við förum yfir þjóðmálin, fréttir vikunar og samfélagið. En takk fyrir bíli og njótið helgarinnar. Segðu það á Samstöðinni.